5, 4, 3, 2, 1. Já, introið kom í gang. Já, komið sæl og velkomin. Við erum mætt hér í úrslitaleik neðri-deildar. Bjartur Hafþórsson heiti ég, eða Sakila, og með mér er Sævar Snorrason eða Asetja. við ætlum að byrja kvöldið, eða já, þessa viðureign á því að sýna glænýtt og spennandi myndband, og við skulum bara henda því strax í gang.
Jæja, við erum mættir aftur og gríðarlega spenntir fyrir hörkuleik. Já, virkilega. Síðast þegar að, vídeó. já, alltaf geggjum þessi vídeo. Kannski verðt að minnast á það að síðast þegar að þessi lið mættust, að þá var Þorbjörn fyrsta liðið til að taka, já, til að fá stig á mótið þeim og fengu 2. Já, þannig að þetta getur verið æsi spennandi. Það getur alveg virkilega spennandi og hérna, já, ég er bara mjög spenntur að sjá hvort að Þorbjörn ná að klára ætlunarverk sitt í þetta skiptið og jafnvel, já, fá 3 stig í kvöld. Já, það er ekki nema að vona að Hemd láti það vinna fyrir því. Ok, bíddu. Getum við aðeins kúpla okkur niður? Nú, hvað? Hérna sé spilarandi nafninu Haffikúl í liðinu Hemd. Er þetta ekki eitthvað furðulegt? Nú getum við nefnilega séð í spreadsheetum almennabikarinn að, já, þar er spilarandi nafninu Haffi að spila í öðru liði, Musteri. Mér ekki nú þetta eitthvað óeðlilegt. Það lítur einfaldlega að vera svo ástæða fyrir að hann er búinn að vera út úr sérunni svo lengi að hann hefur fengið eitthvað sérstakt leyfi frá mótseldurum á þann veg að hann fá að vera í 2 liðum. Já. Já, Já. heyrðu. Þetta er eitthvað gríðarlega furðulegt. Já, litla copy-pastaði. Já. Já, þetta er gott. Hvað hérna, heldurðu að hérna Þorbjörn er möguleika í kvöld? Já, ég held það. Ég Hemd náttúrulega ósigraðir í deildinni hingað til. Já, en samt sem áður hefur engin annar en Þorbjörn náð 2 stigum á þeim. Nei, það var eitthvað leið sem náði stigi samt, eða ekki? Já, Berserki náði stigi á mótið þeim núna. Já, bara í gær? Bara í gær, já. Já. Og það er eina annað liði held ég. Svo held ég að Berserkir hafi gert jafntefli einu sinni. Já, ok. Það er rosalegt. Þannig að ég held að einhver leið tekur Hemd, það var að Þorbjörn. Já, það er ekki ólíklegt. Allavega, já, kannski einmitt það lið sem á mesta möguleika í það. Þetta er náttúrulega mikið í húfi, ég meina liðið sem að vinnur þennan leik fer automatískt upp í efri deild. Svoleiðis. Og Hreðjar koma niður í staðinn. Já. Það verður spurning hvort að það lækkar eitthvað rostinn í Hemdamönnum þegar þeir eru mæta þangað eða hvort að... Já, eða hvort þeir haldi bara áfram að standa sig með príði. Já, einmitt. Já, það bara kemur allt í ljós. Já. En það er dálítið rosalegt að hérna, já, fara í gegnum deildina 9-0, 9 sigrar og 0 töp og þá bara nánast fullt hús stiga. Það er bara þessi 2 stig sem maður mistu. Það er frekar rosalegt. Já, það sko. Það er algjörlega. Hemd að tekja þess að deild með miklum yfirbyrðum. Já, enda, ég meina, það er kannski hægt að segja að, ég meina, Haffi náttúrulega fyrirhandi pro player. Já, algjörlega. Og já, einhverju leikmenn í liðinu sem að voru grandmaster þegar að leikurinn var nýkomin út. Já, þetta er lið sem hefði aldrei verið sett í neðri deild í season 1 held ég. Áræðanlega ekki. Já, en einmitt Þorbjörn eru virkilega sterkt lið og mjög skemmtilegt að fylgjast með þeim. Og ég held að, já, maður megi kannski svolítið hafa augun ekstra mikið opinn fyrir Relm í kvöld. Já, bara alltaf, ekki bara í kvöld. Relm er rosalega góður leikmaður. Svakalegur á Tracer. Hann er alveg svaka flottur gæði, sko. Já. En náttúrulega bara Þorbjörn að liði í heild, virkilega sterkt lið. Já, spila mjög vel saman. En það sýnir það sig, ég meina, þetta lið með 6 sigra í deildinni, einmitt náðu þessum 2 stigum móti Hemd, með 23 stig í heildina, sem er ekki nema 4 stigum neðar en Hemd. Já. Ég meina, já, þeir 3 leikir sem það er töpuð, einmitt var hérna 3-2 á móti Hemd og svo 3-2 á móti Musteri. Og 3-1 á móti. Og 3-1 á móti Kartöflum, já. Þannig að það er alveg gríðarleg frammistaða, aldrei tapað án þess að fá stig. Og þessi stig eru náttúrulega gríðarlega mikilvæg og ekki það að þeir þurfa þeim að halda því að þeir eru með þetta sæti bara út af sigrum.
Já, einmitt. Já, en já, fyrir þá sem að ekki vita þá sem sagt unnu útlaga Berserki á þeim 3-1. Já, alveg æsispennandi leikur. Já, Að mínum mati Spyro mikill MVP. hann var með svolítið rosalega bombur allavega. Já, og útlagar þar að leiðandi, já, komnir í 3. sætið í þessari deild, í Já. lokatölum. Mhm. Það verður áhugavert að sjá. Annað sætið í þessum leik, já, fyrsta sætið náttúrulega fer beint upp í efri deild. Annað sætið, það fær sem sagt að fara í umspil Já, við held ég Silfur, er það ekki? jú, Hvort liðið fær sætið í efri deildinni fyrir næsta sísón. Þannig að það er mikið í húi fyrir bæði lið, náttúrulega alltaf þægilegra að vera bara öruggur og þurfa ekki að taka neitt umspilsleik. algjörlega. Og ég veit að Silfur vilja náttúrulega halda sér uppi, þannig að það verður hörku rimma að spila við þá, eða þau, rétt og slett. Já, og enda vörðuðu sinn titil síðast gegn Algjörlega. Kartöflum. Já, og gerðu það nokkuð samfennandi. Já. Og náttúrulega, já, náðu sínum 2 fyrstu sigrum í efri deild núna á þessu sísoni, annars vegar á móti Hreðjum og hins vegar á móti, gott að það var ekki Höfðingjar. Já, ég þarf ekki að fara með það nákvæmlega hvaða liðið voru. Ég held það allavega. En fyrsta mappið verður að minnsta kosti Nepal, alveg eins og í leiknum með náðan og leikinum náttúrulega Já. úrslitunum síðustu helgi. En staðan er því miður þannig að við erum að það að bíða eftir leikmanni. Já, það er Guacamole maðurinn. Guacamole maðurinn, nema þetta sinn er hann að sækja sem Metro. Ætla hann sé, já, ég var einmitt að spá ég að segja, ætla hann mæti seinn að því hann sé að gera Guacamole í þetta skiptið og hann virðist, já, vera það. Og mér sýnist að, já, fyrst að það er korter liðin frá því að viðurinn átt að hefjast, að þá byrjum við bara 5-6 og svo bara hoppar hann inn í leið hann er komin tilbaka. Sýnist það. Þannig að, já, Þorbjörn sem að náðu 2 stigum síðast, fá Traveling to Nepal. örlítið forskot, getum við sagt, að vera 6-5. Mér sýnist reyndar hann sé mættur núna, hugsanlega hoppar hann inn, sjá hvað gerist. Kemur inn smá pása, við ætlum að fá hann inn í leikinn. Það er skemmtilega að vera 6-6. En já, það styttist allavega óðum í að leikar hefjist loksins og já, einmitt verður rosa gaman að sjá hvað þessi lið ætla að gera hérna á Nepal. Ég meina, við höfum kannski séð það frá Hemd að þeir verður svolítið bara að spila það sem er í skapi fyrir hverju sinni. Algjörlega. Nema Sósa sérstaklega verðist verða svolítið hrifinn af Torbjörn. En það hef ég heyrt að username hans já, komið frá Molten Core að þegar hann hendir últinu sinna þá er það Sósa á gólfinu, sko. Já, við þurfum að spyrja hvernig Sósa þetta er. Já, getur ekki hvort að gera það. En já, ég veit ekki, veit ekki hvað, af því að Hemd einmitt eru svolítið wildcard, spila bara sem þeim dettur í hug hverju sinni og hvað er í skapi fyrir og en það verður áhugavert að sjá. Við höfum nú séð svolítið af bolta og brygg held ég frá skal ég segja að ég er Þorbirni hér. Já. Algjörlega. Já, það verður spennandi að sjá hvort að þeir gera það eða farið þá í sitt hefðbundna double bubble sem hefur gengið rosalega vel hjá Þorbirni. Já, þeir eru rosalega góður í því. Virkilega góður í því. Já, og núna eru allir leikmenn komnir í leikinn. Mér sýnist Initiate. varamaðurinn hjá Hemd vera mættur, Axel eða Seli, eins og hann er sumkallaður, er ekki kominn en já, Trick2T sem hefur verið að spila með Hemd líka er eins og þannig að já, það er komið 6-6. Fyrsta mappi hérna á Village verður, nei, á Nepal verður Village. Ég brauti henn slippaði þetta og
sagði þú að setja sig seinna. Já, það sé ég meinti. Allavega. Kannski ekki flótið hans slip. Ég er glæður. Allavega. For battle. Hér sjáum við að Relm ætlar að vera Symmetra eða ætlar hann að teleporta út úr spawni, það er spurning. Þorbjörn hafa reyndar spila Symmetri hér og Algjörlega, já. já, reynda að ná pointinu snemma, gera það erfitt fyrir óvinnina að komast inn á það með því að setja hreiður upp. Já. Restina af Þorbjörn er svolítið rush, brawl comp. 4, Já, Hemd er svolítið bara í einhverju. round 1. Capture the Já. objective. Relm fer yfir á Reaper hér og Þorbjörn eru bara, já, mætti beinta point en reynda var Shameless svolítið viðskila spurning hvort að hann hefði bara verið seinna að bregðast við, hann var aðeins á eftirleiðinu sínu. Relm. En hér eru Hemdamenn mættir að point líka og Smile nær fyrsta pikki á Hafakúl og Sósu, Væsetta hins vegar tekur steppa, Placeholder, þetta er fram og tilbaka hér, Smile með, já, góða framistöðu. Vá, Smile! Þú tryggt 2G í leiðinni. Smile er náttúrulega gríðarlega sterkur rænarspilari. Hættulegur ræðar. Hafakúl er að vera að koma tilbaka hérna. Það er ekki eins og búið að kappa pointið, þetta er ótrúlegt eitti slípar Smile sem er pinnar á Hafa en Þorbjörn ná að kappa pointið að lokum og sjáum hvað Hemd gera hér. Relm hreinsar Hafa upp og já, Hemd þyrftu á blaði að grúpa hér en já, þeir eru nú kannski ekki fyrir það að spila hefbundið. Úff, og Placeholder og Wise bara ná báðir sikkur á pikkinu en Relm tekur Placeholder út. Wise strax kom með hænúnið og, eða deadeyið og það kemur út en nær engum með því. Hér kemur eins og Shatter frá Smile en Haffi bara charger hann, pinnar hann og drepur hann. Það er það eins og það tekur Trick to G, Elvar kom með gluggan. Hemd spila aðeins passífara eða hvað. Placeholder er að reyna að lemja Elvar en Steppi tekur hann bara út. Wise hins vegar tekur Father Thug, Haffi fær nano á pointi. Og nú verðast Hemd vera að ná að kappa þetta eða hvað. Shameless félur svo út í hotni, baku vegginn sinn. Á meðan Smile Út kemur út. nær pikki og Smile með tvö pikkan. Haffi með Shatter á móti. Haffi með gott Shatter hérna. En já, Þorbjörn er að fá gríðarlega mikið af prósentum hér og ná að stolla þetta lengi. Og þessi bardagi, já, gæti fara á hvort veginn sem er. Placeholder nær Elvari, Hemd er nálægt í að kappa en já, ekki alveg komið enn. Og Relm tekur Placeholder út. Hafakúl mætir að pointið og er alveg að ná að kappa en hér kemur út Deadbossum frá Relm sem er nær tveimur. Ríði. Og já, Þorbjörn ná að snúa þessu við strax aftur rétt eftir að Hemd náði að kappa þetta í smá stund. Nú hafa Hemd ekki mikið tíma. Nei, en ná að öllum líkindum að snerta þetta eða hvað. 10% eftir, það eru 12 sekúndur. Ekki mikill tími sem að Hemd hafa hér. 5. Shameless nær góðu pikki á Placeholder hér. Wise reynir að Smile sem er bara charger í burtu. já, og tekur trikk og frábært graf sem að heldur þeim utan í pointið og já, fyrsta ránd Þorbjörn í vil. Vel spilið á Þorbjörni þarna. Score Mjög svo. 1-0. Greinilega ætla ekki að leyfa Hemd að vinna sig aftur. Heyrðu, en hér er Hafakúl komin yfir á Hammond á eitt af bestu Hammond-möppunum í leiknum. Það er rosalegt. Greinilega langar ekki að tapa þessu mappi. Heyrðist, já, Hemdamenn vera kókraustir í gær eftir sigurinn og ætla greinilega ekki að já, gefa mikið eftir hér. Þó var að tapa þessu fyrsta rándi. Að spila grimmt og já, svara fyrir sig. Já, Þorbjörn haldi sér að sama kampi fyrir utan að Relm er komin yfir á McCree. Nei, hann fyrir á Reaper. Haffi er fyrstur á pointi en það er ekki búið að opna en Þorbjörn koma hérna allir saman. Frábært anti-nade frá Eidda á Shameless sem að leiðist til að fara í kuppinn sinn en
Þorbjörn, fyrsti til að kappa, Smile með pikki á Wise. Vel gert, flott fæðistræk. Smile eins og er slípaður. Og já, það kemur út í veggur til að vernda liðið sitt frá Shameless. Það er Thug, ansi lár og anti-áður en já, er tekin út á Haffa hérna. Rick Fuji eins og það fellur á móti. Wise komin yfir á föru. Túb og eita. Hér kemur út gluggi frá Elvari. Haffi cool með, já, slammið á Relm. Og Elvar með pikki á Wise. Hér eru Þorbjörn konur upp í 40% en það kemur út gluggi og Visor frá Placeholder og Lítur ekki vel út í Sósu Þorbjörn. hér. Þetta er erfitt fyrir Þorbjörn. Placeholder Gera stóra hluti hérna. hreinlega hreinsa Þorbjörn upp og Haffi með honum. Vel spila hjá þeim og Relm einn eftir að pointinu og hoppa bara út af og testar aðeins samt sem áður fyrst. Þorbjörn konur með næstu í 60%. Nóg á últum í báðum liðum. Þeir eru últ í hvori liði. Og já, nú þurfa Þorbjörn að vera samhæðir og svara þessari föru sem má ekki lifa of lengi í hálfáttunum. Haffi hendir í Mines í baki á þeim og nær Shameless. En Steppi hendir í Beat til að bjarga restina af liðinu sinu. Trick hendir í, já, Primal og nær Smile. Hemd að setja gríðarlega og mikla og flotta pressu hér en Relm nær Wise. Haffi cool á móti, tekur Father Thug. Og hér sjáum við hvað Haffi er sterkur á boltanum. Þetta map knowledge hjá honum er rosalegt. Hann er ótrúlega góður í að notfæra sér já, hvernig mappið liggur til þess að hoppa og sveifla sér og gera já, allar mögulega kunstir. Og Þorbjörn þurfa að bakka hér, nei að grúpa hér upp aftur. Hemd komin í sömu prósentu, 58-58. En Hemd ennþá með pointið. Þorbjörn ætlar að taka rotation vinstra megin. Bíða eftir restina af liðinu og já, eiga 3 ult hér. Verða komin 2 ult hjá Hemd. Þorbjörn eru mættir að point. Glugginn kemur út frá Elvari. Þorbjörn er að reyna að kappa en Haffi er að snerta og Wise nær pikkið á Relm. Hér kemur út gluggi frá Sósu líka á Placeholder. Nær Father Thug. Placeholder er rosalega góður í að miða. Og hér kemur út Mines frá Haffa. Shameless eins og að tekur Wise út. Og Blizzardi kemur út á point frá Shameless. Haffi eins og að tekur Elvar. Og Relm svo Trick 2G en Placeholder poppaði Visor og náði Shameless. Spurning hvort hann er eitthvað fyrir Hemdur er komin í 99% og Þorbjörn mega ekki fara pointi hér. Steppi reynir að hendi í Beatið til að bjarga þessu í smá stund lengur en gengur ekki. Father Thug mætir að point, tekin út á Placeholder. Placeholder með rosalega, já, gott consistent damage hér sem að Þorbjörn eiga erfitt með að díla við og staðan í þessu mappi 1-1. Score 1-1. Klassísk kontrólbyrjun. Já, En inn að ferðina. og þá er það síðasta undirmappið hér. Shrine. Shameless komin yfir á Sombru. Væntanlega til þess að svara Haffa á þessum bolta. Já, Trick 2G kominn yfir á Dífu. Það er gaman að sjá hvað hann gerir á henni. Já, lítið annað breytt í liðnum, fyrir utan... Já, ég Já, Wise er komin yfir á Hanzo, sem var ekki á hann. 3, 2, 1. Spurning hvort það er ætlar að teleporta eða, já, gera eitthvað meira á Symmetru. Sýnist hann ætla að fara aftur. Nei, hann heldur sem er liðinu en fór ekki gegnum teleportanum sjálfur. Væntanlega mistök, en já, gæti korta aðeins að fá ekki Symmetru þegar það pointi strax. Já, Happy Cool virðist alltaf refsa Smile, nei, Relm fyrir að vera aðeins eftir það. Já, en Relm er komin á pointið en fellur fyrir hendur Haffa Cool. Haffi með pikkið á Steppa líka. Wise með headsetun á Elvar og Haffi hins vegar fellur hér. Það er ekki tekið með það En já, Hemd
eru virkilega samfærið í þessum bardaga og Shameless þarf bara að bakka út. Hemd kappa pointið. Vel spilað og frábært slíp hérna frá Eidda á Shameless og Wise hjálpar honum og hreinsar hann upp. Smá badmouthing í gangi hérna, teabagar Shameless. Það er alltaf gaman að slíku. Já, ef við sem hemd fyrir season 2 önnuna Shameless. En hérna sjáum við Smile taka Wise út snemma og já, Trick2T reynda komin aftur í mekkið. Spurning hvort að Þorbjörn á að púsa hratt inn og nýta sér að vera 5-6 eða hvað að gera hér. Hér kemur út Shatter frá Smile sem að hittir 3. Allir reynda svolítið langt í burtu frá honum en Eiddi fellur og Trick2T líka. Sosa, vel gert hjá Þorbjörni hér, snúa þessu svolítið við, taka pointið. Notuðu reynda gluggan, Wise hins vegar lungin á Hanzo og nær hérna pikki en Smile svaraði bara með því að pinna hann og Haffi neyðist til að bakka út. Haffi hins vegar kom með Mines og já, það eru raunar 4 úrslit í boði í hemd. Það er finnig hvort að þetta EMP hjá Þorbjörni sé náttúrulega að stoppa það. Það gæti gerst, Steppi sefur hér varðarblundi, en er vaknaður aftur. Og já, Þorbjörn halda pointinu, konur upp í 30%, sjáum hvað gerist hér, hér kemur út grafið frá Father Thug en Placeholder er Nano-aður og er með Visor. Placeholder, sjáu þennan gæja! Sturlaður maður! Rosalegt mið hjá þessum leikmanni og margir sem eru hræddir við hann. Ég veit ekki alveg hvað hann er Placeholder fyrir, en já, ekki er það allavega aim því að hann er með nóg af því. Og hemd komin inn í 60% og eiga ennþá 3 últ inni. Hérna koma dregarnir frá Wise sem að ná steppa. Sjáum hvað Þorbjörn gera hér. Shameless þarf að fara út og Wise með annað pikk á Father Thug en hins vegar tekin út af Elvari. Þorbjörn hérna 4 á móti 5. Hér kemur út gluggi en já, Shameless bara eyður hann út. mikið af últum í gangi. Sosa í vesenni. Eða hvað, nú þurfa Þorbjörn að reyna að kappa að gera það. Haffi í vesen. Það eru Mines á pointi eftir Haffa og Smile bakkar á eittina og er tekin út í kjölfarið. Óheppilegt fyrir hann. Lítur ekki nógu vel út fyrir Þorbjörn hér. Placeholder og Wise eru, já, standa sig prýðilega hér. Placeholder með mikið að pikkum og Wise sömuleiðis. Við sjáum það og Þorbjörn ná ekki að snerta og já, hemd tekur fyrsta map 1-0. Nei, 1-0, hvað er ég að segja? Já, það er 1-0 í heildina, já. En þau tóku það 2-1. Play of the Placeholder hérna, play of the game, væntanlega Nano Visor. Já. Sjáum þetta hér. Uss. Þetta er hættulegt. Hann þarf ekki að miða hana, en hérna sjáum við hann trakka Chartandi Rhine. Hefði verið gaman að sjá hérna point of view sem er, já, ekki með aimbot. Nice and easy. Just how Af því að ég held að það hefði ekkert verið neitt rosalega mikið öðruvísi. Nei, veistu, ég er ekki viss um það. Það var komið að hybrid mappi. Það er Þorbjörn sem fá að velja það. Hvað heldur að Þorbjörn velji? Þeir hafa nú verið öruggir á Kings Row, að ég held. Já, og völdu það síðasta móti hemd og gera það aftur núna. Já. Já, það er Kings Row og Ég fá Já. hemd að velja hvort þið vilji verjast eða gera árás. já, ég man ekki betur en að Þorbjörn hafi viljað taka eitthvað skemmtilegt teleporterstratt hérna á attackinu daginn. Teleporta í rauninni, nota Mayveg til að lyfta teleporternum upp og teleporta
upp á high groundið fyrir ofan pointið. Gerðu Spurning þetta hvort þeir reyna það aftur tillögur. hér. Töluðu að þetta væri nýtt strat hjá þeim og já, þeir vildu hérna reyna það aftur síðar töluðu þeir Já, var það ekki gegn Uxum? Jú, ég veit ekki betur. En ágætt að fá sér vasklas og hérna taka því aðeins rólega á milli mappa. Það er spurning hversu margir leikmenn hefndar hafa á einhverjum tímapunkti verið í Grandmaster. Já, það er allavega nokkrir. Ég held að séu allavega 3. En já, ég velti fyrir mér, Sævar, ef að, já, ef þú fengir að ráða, hvað væri svona, þú veist, er eitthvað sem þú myndir breyta í kringum það hvernig deildin er haldin, þú veist, myndir þú vilja hafa röðina á möppunum eitthvað öðruvísi, myndir þú vilja hafa fleiri lið, eina stóra deild, þú veist, hvað myndir þú gera? Ég held að vera alveg ágætt að vera með miðdeild eins og margir á að tala um. Miðdeild, Já, ég held að það var ekkert að því. það kannski væri þá ef að- tölvöld færri lið í hverri deild. Já, sko, sérstaklega ef að þetta heldur áfram og bætast við aftur fyrir lið eins og gerðist núna. 10 lið er alveg mikið. Þetta var alveg mjög löng deild núna. Það væri ágætt held ég að stytta þetta örlítið. Þó þetta er búið að vera rosalega gaman og skemmtilegt. Já, ég held að ef ég fengi að breyta einhverju þá væri það að já, allir þyrftu að skipta hlutverk eftir hvert mapp. Nei, ég myndi ekki gera það. Bara eins konar Mystery Heroes nema Já, Mystery Roles. Já, Mystery Roll sko, og þá hérna fáum við sko virkilega að sjá hvaða lið eru með virkilega góða leikmenn sem að, já, eru 1000 þjala smiðir og geta bara spila allt. Myndirðu vilja sjá Hírobans? Já, það er gaman að sjá sko að það myndi bæta við smá strategíu í leikinn. Það var nefnilega gaman, þú veist, ef maður lærir aðeins inn á andstæðinginn, veit í kringum hvað þeir spila, að þvinga þá yfir á eitthvað annað eins og hérna Þorbjörn sem hafa náttúrulega mikið spilað Double Bubble, að banna þá kannski Sarju eða Winston eða eitthvað, Já, nákvæmlega. þeir reyna að loka það. Akkurat, þetta er náttúrulega bara eina hetju í rauninni til að sjötta þínu niður. Já, það er alveg rétt. En myndum við þá ekki bara fá fullt af Bastion og Maybans? Jú, en samt sem áður, ég meina, myndirðu virkilega vilja eyða banninuðinu í að loka Bastion sem eru ólíklegt að þú sjáir? Kannski ekki. Kannski á Junkertown. Kannski Junkertown á móti Berserkjum. Já. Fyrir það sem ekki horfðu á leikinn áðan og tóku Berserkir þetta stratt og já, ég held þessi bara hinn sjóræningjaskipi. Já, hér erum við að koma á Kings Row og byrja á að taka hér. Getum við aðeins talað um það einu sinni enn hvað það er vel að þessu móti staðið og já, ótrúlega gaman að fá að vera að hluta þessu. Já, mjög svo. Bæði sem já, keppandi og við höfum svo komið inn í þetta sem kastera líka og þetta er búið að vera þvílíkt fjör út í gegn. Akkurat, það er ekkert að segja þetta nú oft að mótstjórn á öll prófskilið. Algjörlega. Það búið að vera algjörlega frábært. Og já, ég veit að þetta season er rétt að klárast en ég er strax svona spenntur fyrir næsta, ég verð bara að viðurkenna. Já. Mjög svo. En heyrðu, snúum okkur að það liðanum. Já, við getum gert það. Viltu eitthvað tala um það sem er að gerast í alvörunni? Já, mér sýnist að Þorbjörn sé komin á hérna Brawlcamp. Já, og já, Þorbjörn spila bara svipað og þeir voru að spila áðan. Já.
Haffi er hér komin yfir á Zenyatta, Sosa á Torbjörnin sem hann þekkir og elskar. Það byrjar að vera rosalega öruggt hérna. Já, ætla ekki að sýna sig of mikið, láta Hemd koma til sín. Immortality er eins og að komið út frá Elvari. Alltaf óþægileg tilfinning þegar það þarf að koma út mjög snemma. Sjáum, já, Hemd eru ekki mikið að reyna að kappa þetta, eða hvað placeholder með fyrsta pickið hér á Relm. Og já, Smile svarar með að taka trygg, 2G út. Það er stína hartnupunktið, Smile er hættilegur hérna. Glugginn kemur út frá Elvari. Hins vegar er Haffi strax komið með Transcendence. En hins vegar nokkað af pointinu af Smile og Sosa er tekin út af Father Thug. Father Thug tekur Wise og já, Relm finnur Haffa. Bara 2 eftir í Hemd hér á pointi, eða 3 í rauninni. Mörg úrstætt í hús, sérstaklega hjá Þorbirni. Já, Father Thug hreinsar 1 og það er Baptiste barátta. Elvar ætlaði að fara upp á high groundið og contesta placeholder en hætti við það. Eða hvað, hann gerir það og tekur hann bara út. Vel gert hjá Elvari þarna, en djarft play líka. Halda þessu pointi. En já, nú styttist í mikið á últum hjá Já, í rauninni- báðum liðum. Já, eini í rauninni sem á langt í sitt er Happy Cool. Já, af því að notaði það síðast. Og já, bæði turretið og mekkið farið hérna, en hér kemur út Blizzardið frá Trick 2G. Hann er til þess að drepinn, en já, það ná ekki að finna neitt, en sjáu þið þetta, Smile. Það er öll últin að koma hér út og Hemd virðist að koma út á toppnum. Já, það er bara Steppi og hann er tekinn út og þá er það Elvar og hann er tekinn út líka. Og Hemd fara þá létt með að klára þetta point. Vel spilað. Já, Þorbjörn sita eftir með Matrix hjá hann Elvari og Hænu hjá Relm. Og hér er, já, búið að kappa pointið. Eitti nær pikkin á Elvar með rýmekkinu. Lærir af Guttix. Hendir svo bara í bombu og ætla kannski að reyna að gera þetta aftur eða hvað. Ég veit það ekki, nei, komin í mekkið. Það er hérna einvígi milli Shameless á Mei og Eitta á Dífu en Shameless fær bakkum. Já, og já, Wise er ennþá að koma úr spawni aftur á Reinhardtinum hjá Hemd. En Eitti reynir að halda frontlineinu og Hemd er með mikla pressu. Erum með turretið á payloadinu og Wise kemur tilbaka og byrjar að sterkt með bæstrak pikki á Smile. Og Hemd, já, kominn stóran hluta leiðarinnar hér að næsta pointi með 3 mínútur eftir. Sjáum hvort að þeir fara alla leið að þessu pointi. Ekki langt frá því núna og Þorbjörn er ekki að snerta, bara 5 metrar eftir. Þorbjörn ná að snerta og hendi Blizzard og það eru allir viðutektir hér. Sjáu þið þetta og Þorbjörn ná væntanlega að snúa þessu við hér eða hvað. Haffi Cool reynda með pikki á Steppa en þetta var virkilega gott Blizzard á Shameless, engu að síður. Sjáu hérna Haffi Cool fellur og bara placeholder eftir sem er tekin út líka. Reyndar er Sosa eitthvað að kýta á kantinum. En þetta var vel spilað á Shameless sem snerti hérna á síðustu stundu, náði að hendi Blizzard og bjarga liðinu sinni frá því að missa, já, þetta point. Og Haffi og já, placeholder er að koma tilbaka. Hér kemur eins og það bara Shatter frá Smile til þess að hann stakkera Hemdarmenn. Hér er Wise þetta að fela sig. Gengur svona prýðilega en Sosa hendir í Molten Core á high groundinu en er tekin út á Relm. Wise hins vegar finnur Smile. Og nú pússa Hemdarmenn inn með glugga og Shatter finna Father Thug og Shameless. Það er erfitt fyrir Þorbjörn að bregðast þessu. Haffi Cool með double kill hérna og Eitti finnur Steppa og núna ná Hemdarmenn hins vegar þessu pointi. Eitti með 2 pikk á dífunni. Haffi kom með annað trans og já, 3 ult í boði í hvoru liði.
Munum áreiðanlega sjá slatta af þeim koma út hérna þegar Þorbjörn búinn að ná að grúpa upp, en sjáu þið hvar Wise stendur, hann að fela sig og ætla væntanlega að reyna að tjarja en hittir ekki, fer bara í vegg og svo veggjaður af sjálfur. Það getur verið dýrt, Haffirinn að bjarga honum með transinu, virðist þetta takast það eða hvað? Já, það þöggin sem bombun á Trick 2G, komið Væsor. Hemd með 2 pikk á móti 1 frá Þorbirni, eitti hins vegar djúpt í bakgrunni á Þorbirni en kemst út og þetta lítur ekki vel út fyrir Þorbjörn. Haffi með gríðarlega sterk pikk hér á sem Zenyatta. Faðir Þögg svarar aðeins fyrir þá í Þorbirni en Hemd virðist að komast alla leið eða hvað? Smile komin yfir að bolta, glugginn hins vegar kemur út til þess að reyna að taka út hratt og það tekst og Steppi er að pointi og Shameless er að mæta. Shameless með annan Blizzard en næri ekki að snerta og Hemd komin hér alla leið með 2 mínútur eftir á klukkunni. Score. Og nú þurfa Þorbjörn að íta alla leið líka. Initiating match. Kings Row uppáhalds map mjög margra sem spila þennan leik. Já, Þetta alltaf virkilega mikið spilað. mikið spilað og virkilega skemmtilegt map. Þetta OG mappunum í Overwatch. Ready for Já, og það einhvern veginn bara eitthvað fyrir alla. Það payload, það point, það smá environmental kill potential á síðasta legnum. Það lítið high ground, svo kemur meira high ground síðar. Það alls konar á þessu mappi attackers og engaging það geti verið ástæðan fyrir því að margir elska það svona mikið. Já, það má vera. En kannski er það líka bara því að allir elska Big Ben eða Benna Stóra eins og við kallum hann, sem er náttúrulega á þessu mappi Já, finnum svo leiðis. beint fyrir ofan point 1. Já. Hérna eru Þorbjörn komnir í eitthvað sem er ekki gert í einhver tíma. Vol Sigma, sem var mikið meta hér áður fyrr. 1. Relm er komin yfir á Tracerinn. En Haffi finnur Shameless bara strax leið og Þorbjörn fara út úr spáni, Elvar eins og refsar hann. Relm er rosalegur á þessum Tracer, ég býð spenntur eftir að sjá hvað hann gerir. Kominn djúpt í baki á þeim, en það er enda Turret sem að geti leikjan grátt og Sosa finnur hann bara með headshotinu. Smile fyrir hérna djúpt inn, Shameless þess að tekur Vice. Smile í Og, vondur hérna og Haffi já. tekur nú. Smile ætlaði að reyna að finna Haffa en Haffi á með backup frá Eidda. Þeir mætir Eiddi og finnur Elvar bara og Relm tekin út aftur. Núna væri gott ef að Þorbjörn myndi ná að bakka en taka allavega Eidda úr mekkinu. Ég elska þessa risk reward dynamík sem er komin í kringum það að leyfa Baby Diver að lifa núna. Já, algjörlega. Og hér finnur Smile trick. Early pick hjá Þorbjörni, spurning hvort hann á að nýta það. Það er enginn að snerta pointið. Nei, Haffi kom með trans og hann notar það bara strax. Hins vegar kom út Drekar frá Shameless. Turretið farið Það er bara nákvæmlega og eins. já, það er enginn á pilotinu en Relm finnur Haffa, tekin hins vegar út af Vice og Smile sömuleiðis. Þetta er erfitt fyrir Þorbjörn. Hefðu hugsanlega getað staðlið tikki hérna þeir hefðu farið á pointið en gerðu það allavega ekki. Shameless finnur Sósu og Vice kominn ansi nálægt sporinni á Þorbjörni og já, er tekin út fyrir það. Já, hér er allt í litum Þorbjörnar. Já, það er spurning hvort þeir ná að nýta því þetta og Steppi Já. finnur placeholder Relm, Trick 2G og hér virðast Þorbjörn að taka þetta point. Og Fyrst að ekki Þorbjörn komið var og, eins með ultarventis, alveg svakalegt. Já, en hér mætir Haffi og kontestar á senn en drepur Relm en já, er svo bara tekin út að Steppa Vesaður. og já, Faðir Þögg og Smile ætla að halda framar. Já. Gríðarlegt ultarventis hjá Þorbjörni. Flottur krókur á Eidda en hann lifir þetta af. Og að setja að þetta í ult núna. Já, Þorbjörn með 6 ult, ótrúlegt að ná pointinu á þess að nota eitt einasta
hér kemur eins og það fyrsta Father Thug, Það fremur í því. virkilega fínt út hjá honum og Shameless er að hjálpa til, tekur 2 út sem er fljúandi í loftinu og hér geta Þorbjörn farið hart inn. Eiddi er hins vegar í feluleik, býð eftir healthpakki Löngbokarleik hér. en getur ekki mikið gert eitt síns liðs. Eiddi einn eftir og já, lendir í alvöru vesenni hér, missir mekkið og tekinn út. Rósa komið með Sósu últi sem hann elskar svona mikið en já, Þorbjörn er ennþá með 5 últ í boði. Wise reyndar komið með Shatterið og styttist Óðum í trans og fleira. Nei, Trick 2G. Mile, flottur leikmaður, Gefur góður tilbaka taktspilari Óðmar. með hólhoggið. Eiddi hins vegar tekur hann út en Shameless finnur Wise á meðan. Engið að penaltinu. Nefn að Steppi núna. Steppi reynir að reyta því og Eiddi kontestar hann og já, Steppi transar bara. Relm með flott stikk á Haffa Cool og já, það er ekki margir eftir hérna í hefnd. Eiddi og Placeholder hins vegar báðir með ult í gangi, ná engum og já, hér reyndar keyptu þeir tíma fyrir Wise til að koma inn með Shatterið. Svolítið langt frá hann. En Smile taka Placeholder út og finnur Wise líka. Trick 2G hins vegar með 2K að steppa á Father Thug en Relm tekur hann út og hér eru Þorbjörn búinn að ýta þessu að næsta milestone og bara 1 eftir. Þorbjörn hins vegar ekki með neitt ult eftir. Styttist reyndar í að Shameless fái dregan aftur en já, hefnd breytir svolítið til hér og missar svolítið útsprósentur, skipta 4 hetjum. Wise nær Shameless. Sjáum hvað gerist hér. Engin fallið enn. Þorbjörn er aðeins að grúpa upp og bíða eftir Shameless þarna síðan áðan. En eru núna komnir allir saman. Og já, Shameless er komið með drekana. Hvort að þeir koma jafnvel út fljótlega. Father Thug sömuleiðis komið með sitt ult, hérna koma drekarnir. Relm finnur Haffa. Smile, Trick 2G. Steppi Wise, þetta er flott hjá Þorbjörni, lítur vel út. Gríðarlega vel. Spurning hvort þið ná hreinsum brestina, Eiddi fellur hér og Sósa er eftir en já, Sósa fellur líka og ítið nú 3. Ekki íta bara 1, jæja, skiptir kannski ekki máli, ná að íta alla leið. Vel spilað hjá Þorbjörni sem að hafa meiri tíma en hefnd hér. Lítur allt vel út fyrir Þorbjörn núna. Áttum meira segja ult til góða. Switching sides. Og það vill nú oft gerast á þessu mappi að já, bæði lið fara alla leið og við fáum að sjá meira. Já. Og það er engin undantekning hér. Mjög svipuð staða og síðast er þessi liði mættust. Já. Þá var það reyndar hefnd sem hafði yfirhöndina held ég. Og unnu að lokum. En það var spennandi að sjá hvernig þetta fer. Virkilega spennandi. Ready Og hvort að liðin halda í svipaða hluti. Sýnist, já, Þorbjörn ætla að gera svipaða hluti hér á defensinu og þau voru að gera á attackinu. incoming in Halda bara Sigma reyndar einmitt með Roadhogginn sem að byrjaði áðan sem bolti en já, fór svo yfir í Roadhogg og virkaði virkilega fínt. Já, Eiddi komið yfir Sariu hérna. Já, og Trick 2G á Hanzo frekar en McCree en Sósa tekur bara McCree í staðinn. 5 sekúndur í að þetta map hefist upp á nýtt, eða hefist á ný og 1. já, mikið í húfi Incoming. í þessum leik. Defend objective A. Staðan 1-0 fyrir hefnd, sjáum hvað gerist. Relm hérna. Shameless með flott pick á Trick hérna strax. Og Steppi sömuleiðis á Sósu. Hefnd getur bara þetta að bakka hér. Húl út hérna.
Hemd ekki alveg á þeim höttunum að bakka fullkomlega. Wise reynir hann á pinninu á Relm en Nú sé vanda stöðu. finnur það ekki. En hún er ekki þess að huga þetta. Nei. Nú eru hemdamenn komnir allir saman en Hefur yfirhöndina. Relm og Shameless fá bara sikkort pikkið og er að eyða tímanum hjá Hemd gríðarlega mikið. Bara mínúta eftir núna og 10 sekundur. Wise setja með charge-in Og fær Nanoið. Það þau ekki vördumálum. En Relm finnur Haffa með hann. Trick to G eins og finnur Shameless. Wise setja nála. Og eittir steppa. Spurning hvort að Hemd er að fara að ná að snúa sig við Trick to G með þriðja pikkið hérna hjá Hemd. En reyndar kemur refið út en sjáum hvað gerist. Kom út drekar frá Shameless úr spawni. Og já, Þorbjörn með 2 pikk hér. 3 pikk. Drekarnir náðu ykkur að lokum og spurning hvort þið ná að taka þessa föru út. Hún er búin að valda þeim vandræðum. Ekki með mikið til að díla við hana. Já, Þorbjörn hafa lent í vesinni með föru hér áður fyrr. En það skiptir ekki máli því þeir eru að drepa alla hina og drápa reynda föruna líka. 15 sekundur og Hemdarmenn bara með 3 á lífi. Eiga hins vegar Graviton Surge. En já, Þorbjörn eiga 3 ult. 5 sekundur. Nú koma út ýmis út. Með hólhopp. 1 sekunda og enginn á pointi. En já, flottu krókur á Trick to G en hann lifir það af. Shameless eins og það finnur einda. Overtime, Trick to G er einda snerta. Þeir verða að halda áfram að snerta. Og það er Í Hemd. stórt búst sem að liftið var pointi. Því miður ekki nóg. Ekki nóg en já, spurning hvað gerist hér. Þorbjörn er að ná að já, hreinsa upp ansi mikið en Haffi fær hér Nano. Og Trick to G hendur í balansið. Nær Father Thug. En það þögg stöndar út. Og mér sýnist Hemd vera að ná að snúa þessu við. Ótrúlegt en satt. Haffi cool og rosalegur á Zenyatta eins og öllum hetjum. Og Hemd komnir með þetta fyrsta point en engan tíma í bankanum. Megi ekki fara af payloadinu. Og þeir passa það að placeholder stendur aftast. Bíður eftir að payloadi komi út til þess að já, muna að snerta. Kominn Symmetra hér frá Sósu. En Þorbjörn eru svolítið splittaðir. Þeir eru með 2 í bak og já, ýmislegt í gangi. Wise hins vegar finnur Smile og Shameless drepinn í bak. Elvar ressar hann bara. Tikka inn últinn hjá Þorbjörni. Já, en þeir eru ekki að já, spila mikið sem lið núna. Eða hvað, kannski er þeir bara að ná áfangúl. Shameless finnur Haffa kúl allavega í bak. Hendir svo í drekan aftan frá. Og Hemd fara næspið af payloadinu. Virkilega nálægt í en placeholder náða að snerta. Hér kemur út Transcendence frá Steppa. Spurning hvort að já, Þorbjörn ná að finna eitthvað pikk hér. Frábært Flux hér sem að dreipur 2, dreipur 3 eiginlega. Og Þorbjörn ná að stoppa þetta. Þurfa þá að komast já, 0,01 meter lengra til þess að vinna þetta map og stefna væntanlega algjörlega á það. Þetta er ekki langt en samt ægilega lengra en maður myndi vilja. Já, þetta Ég er myndi alltaf að vilja ekki þurfa að íta payloadinu því að það er alveg mikla líkur á að maður festist bara á þessu fyrsta pointi. já og náttúrulega ef að fyrsta pointi er tæft að þá ná defenderar oft að safna sig saman í arkinu beint á eftir og það getur verið líka erfitt að brjóta það upp. Það pínur svo leis. Og sömuleiðis já, hornið hjá bókabúðinni. Þannig að þetta verður alltaf erfitt en já, Þorbjörn eru til í slaginn. Leika hér á reiðiskjálfi eins og fjallið Þorbjörn er búið að gera undanfarin ár. Sósa kominn aftur á þennan Torbjörn. Kansi verður þar. Shameless er komin yfir á Mei. Já. Við virðumst ekki vera að sjá Symmetra-strattið frá Þorbjörni á attackinu en þeir eru að spila virkilega skemmtilega hér. Shameless
á hans Defend honum. objective A. Það gerist hér. Realm contestar high ground. En er tekin út. Og Turretið gerir mikinn skaða á Shameless en hann virðist að lifa í bili. Það er enda með Mercy Pocketið. Í Fyrir alveg baráttunum við Trick. allar hér. Og Trick fellur á lokum. Og já, krókur á Wise en jú, hann fellur á lokum líka. Eitt í mjög háu charge hér en já, líka hálfur í lífi. Þorbjörn já, komnum með fyrsta tikk og ná að hreinsa hérna upp. Hemp var að haffi eftir á önunni. Hann fellur líka og Þorbjörn gerir þetta virkilega samfærandi með 1,5 mínútu eftir. Hafa smá tíma til að já, reyna að koma þessu payloadi á þann stað sem þið þurfa til að sigra þetta map. Escort the payload. Tracer barátta eða hvað Trick 2G hörvar bara. Fer upp á high ground en Sosa kominn á föruna og finnur Father Thug hins vegar. Tekur Shameless Trick 2G. Steppi finnur Eidda líka. 60 seconds. Og það er svolítið þannig að hér eru allir út um allt. Spurning hvort að, já, það eru bara supportarnir hjá Hemd og Sosa á förunni sem að er að halda hotni. Heilt hólhopp, byggt í andlitið. Já, Wise var svolítið framalað þarna. Hér kemur þess að gluggi frá Placeholder en drekarnir frá Shameless ennina ferðina finna reyndar engan. 30 seconds. En núna eru Þorbjörn alveg að vera komnið þangað sem þeir þurfa að komast. En lítill tími eftir. Finna Trick. Kemur eins og það út grafið frá Eidda en Steppi á transið til að svara því. Smile finnur Trick 2G og hérna eru hlutirnir að gerast fyrir Þorbjörn. Þorbjörn gæti verið að fara að vinna þetta map hér og komið stöðunni í 1-1. Haffikúl inni á móti, já, Smile og Steppa sem að taka hann út og hér eru Þorbjörn búin að vinna sitt fyrsta map. 1-1 staðan, gríðarlega spennandi. Jæja. Bæði liðið að algjörlega séns. Alvöru úrslitaleikur hér. Heldur betur spennandi. Hér séu að play of the game hjá Haffa. Hér fáum við kannski að sjá af hverju maðurinn var einu sinni pró. Hjötta niður hérna hænunni hjá Realm. Hefur gaman að því að halda bara inni hægri klikkinu. Og já, þá er komið að Hemd að velja map. Hefur ekki gerst oft í þessum móti að þeir þurfa að velja map. Nei. Og einu skiptin sem það hefur gerst hefur verið á móti Þorbirni. Já, einu sinni móti Berserkjum. Já, rétt. Eftir að, já, Berserkir einmitt tóku eitt stig að þeim. Reyndar held ég meira segja að Berserkir hafi, já, fengið eitt jafntefli á móti þeim í leiknum sínum í deildinni. Það er svoleiðis. En leikurinn náttúrulega fór samt sem áður 3-0 þannig að það sást ekki á stigatöflunni. Nei, því miður sjást jafntefli ekki. Það er kannski eitt sem að ég geti sagt aðan til að spura mig. Já, Bæta við jafnteflum. að einhvern veginn finna representation á því. Já, Það getur verið áhugavert að sjá. Spurning hvaða map kemur út hér. Það er 2CP map, bara 3 map í boði. Við höfum nú ekki séð Hemd velja mikið þannig að við vitum ekki mikið hvaða mapum þeir hafa gaman að. nei, það er pínu þannig. En ég hef fulla trú á Hanamura af því að eins og Heimur veit það var það besta map í leiknum og Það er nú gott map. koma mikið af ælu emojis í chatinu. En það er ekki Hanamura. Nei, chatinu til mikillar lukku þá er það Volskaya í staðinn. Já, það er nú map sem að Þorbjörn er frekar öflir á líka. Já, eru líka með skemmtileg strattstar á seinna pointi þar sem að þeir koma Reinhardt, fara upp á highgroundið með liftunni og hoppa yfir á næsta highground með Rein og öllum pakkanum. Já, við hefum ekki séð það í mótinu en það er eitthvað sem við hefum séð í skrimmum við þá. Já,
Þetta, já, byrjar mjög spennandi. Já. Fyrsta map fór 2-1 fyrir Hemd, annað map, já, 5-4 fyrir Þorbirni. Þetta búið að vera mjög jafnt. Já, mjög svo. Mjög svo. Það er spennandi að sjá hvað gerist hér. Já, merkilegt nokk þá velja Þorbjörn að taka hér fyrst. Já. Það verður áhugavert að sjá hvort þeir séu með, já, eitthvað plan á bakveirað. Já. Ertu mikill Volskæja maður? Mér finnst það ágætt mapp. Ég er ekkert yfir mér hrifinn af því, en mér finnst það bara allt í lagi. Ok. Það er svona, ég var lítið það mapp að segja. Ertu minnst fyrir það af þessum 3 2CP-mappum sem eru í boði? Já, mér finnst þau öll ágætt. Mér finnst náttúrulega Hanamura æðislegt. Traveling to Hérna eru við! Einhver sem er sammála mér. Já, allan daginn. En mér finnst Hanamura bara allt í lagi. Sem að þýðir eiginlega að því mér finnst Anubis skemmtilegt líka. Hanamura allt í lagi? Nei, ég sagði Anubis. Volskæja, þú ætlar að segja Volskæja. Ég sagði Volskæja held ég. Þú sagðir Hanamura og tjatti getur bakkað mig upp á því. Já, bakka mig. match. Þú ert rugglið allur. Allavega er þetta ágætis mapp og ég er spenntur fyrir þessum leik. Já, við erum mætt hérna á Volskæja. Það sem að Katja Volskæja ræður ríkjum. Það er rétt. Hefði verið gaman að fá eins og kannski eitt Stalingrad mapp inn í Overwatch. Ready for battle. Já, kannski verður það í óvastöðum. Eða Novograd, eða Sankt Petersburg eða Moskvu. Já, þetta er nú eitthvað byggt á Moskvu held ég. Það getur vel verið, ég veit ekki það. Attackers Nei. incoming. En hér sjáum við að Haffi er komin inn á DPS fyrir þá sem að hafa áhuga að fylgjast með þeim leikmenni sérstaklega. En já, Þorbjörn ætla að halda sig við svipað hluti að þau voru að gera áðan sem að, já, voru alveg að virka. Vera með Bostan og Sigma. Relm á Tracernum sem að er náttúrulega döðadómur fyrir alla sem að í hans vegi verða. Já, nema kannski ef að Haffi Kúl mætir hún, þá fáum við spennandi Tracers inn í. Já, það er aldeilis útlitt fyrir það. Attackers incoming. Og Relm og, já, Aron í Musteri áttu náttúrulega rosaleg Tracer innvíi daginn þegar þau lið mættust. Hér kemur fyrsta pikkið, Smile, Finnewise og, já, Trikk fær stein í andlitið en er ekki alveg fallinn en Relm hins vegar tekinn út af placeholder hér. Smile svarar bara með því að taka placeholder á móti og Shameless finnur eitt að lítur ágætlega út fyrir Þorbjörn hér. Já, það er lítið við þessari fyrir núna. Nema kannski Sósu. Steppi finnur Haffa, þetta er erfitt fyrir Hemd núna. Já, Shameless er að taka það einfallega alla út. Virkilega vel spilað, gerist hratt hér fyrsta pússið. Já. Og Shameless Mjög tekur komin Wise í hús. líka. Hemdi munu ekki reyna að snerta þetta hér þannig að Þorbjörn geta anda léttar, komið með fyrsta point guaranteed. Já, Shameless sína að reyna að fá picks til að halda púsinu áfram. 5 mínútur og 55 sekúndur, það er slatti af tíma. Já, Þorbjörn er svona dreifði núna. Smile er komin í bak á boltanum. Haffi er eins og Sósu, komið Haffi- pulsebomb. En Relm tekur Sósu og já, það er engin supportar í boði hjá Hemd. Það getur orðið gríðarlega erfitt, placeholder, pinnar, Father Thug en nær honum ekki og Þorbjörn eru bara Ekki komin sleppa. nálægt í að, já, fá þetta point hér, allavega komin með fyrsta tikk. Wise komið tilbaka og Lucio tekinn út. Úff, lítur ekki vel út fyrir Hemd. Eitt er komin á point en, já, Þorbjörn komin með tvö tikk og styttist í þriðja. Haffikúl mættur á pointið Últar beint ofan að og placeholder Þorbjörn kominn alla leið frekar örugglega. með 5 mínútur eftir á klukkunni. Score 0-2. Já, hvað segir þá? Inside. Þetta var, já, ég ætla ekki að segja óvænt en
allavega komið svo þrjumár heiðskíri loftir á Þorbirni, þeir bara völduð í gegnum þetta. Já, því það ekki óvænt. Já, hann má kannski segja það. Ég átti kannski alveg vonað að þeir fara alla leið en ekki með þennan tímabanka. Nei, virkilega vel spilað hjá Þorbirni. Það verður gaman að sjá hvort að Hemd ná að leika sama leik. Sjá hann hvað setur. For battle. Shameless er hérna komin yfir á Ash, annars virðist þetta vera mjög svipað komp. Já, það ætla greinilega að gera svipað hluti en það hefur þetta verið að virka. Já, svo hins vegar komin yfir á Zenyatta. Attackers Skiptir þessu incoming in Baptiste 30 út. seconds. Og við sjáum að, já, Hemd ætla ekki að vera með main tank núna. Bara Zarya og D.Va. Sem því meira damage en minna protection. Eitti komin yfir á Genji. En ég heldur sem að það sé líka svolítið þannig sem að Hemd spila. Þeir spila bara aggro og, já, vilja gera mikið damage. Já. Relm halda svolítið framalægina, bæði Smile, ég sé Þorbjörn, bæði Smile og Relm eru hérna alveg oniðin. Smile er hérna bakkar. Eitti komin á Genji. Relm er hérna alveg lúmskur í bakið á þeim. Activating the barrier. Við erum alltaf greinilega að, já, reyna aðeins að trufla þá. Ekki pikk komið í hús enn. Jason er komin í gegnum tjókið. En Smile mændir honum. Það er En Smile fellur hér og sömulegis Placeholder reyndar. En Placeholder fær ressið og Haffi er komið með 2 pikk hér, 3 pikk. Steppin sem finnir sósu en, já, Hemd koma virkilega sterkir inn hér. Og taka þetta point bara álíka hratt og Já. Þorbjörn gerði það að mér sýnist. Það er bara steppi eftir. eftir og eitt fyrir mjög svona. Smile virðist alltaf að gera tilraun til að stóla. Hann er allavega mættur. Hann er að ná að kaupa smá tíma og já, Relm er að mæta hérna líka eða hvað? Nei, Nei, virðist hafa hægt við. Og já, er bara tekin út á Haffa. Og neyðarlegt þegar ég Hemd fara af pointinu í smá stund en það þurfti nú ekki mikið til að koma aftur inn að það. Hafa 30 sekundur til að vera jafn fljótir að fá aftur þetta point en já, sjáum hvað gerist. Hér er Haffi nanoaður, Relmin sem að finna Wise. Og Sósu líka en er tekin út á Haffa og Placeholder tekur Smile. Og hér er Hemd að hafa fyrsta tekið sitt. Virðist að gera þetta bara álíka hratt eða hvað. Ekki mikið sem að Þorbjörn getur gert en er allavega mættir á pointið. Shameless reyndar, finnur eitta og nú er Þorbjörn að koma tilbaka. Kemur Boppa point og gætu verið að snúa þessu við hér. Hemd reyndar að koma með 2 tikk en já, Þorbjörn er að ná að snúa þessu við og Hemd bakka hér eða hvað. Allavega bara einn eftir, Placeholder tekin út. Vel gert að Þorbjörn að komast að inn í þetta aftur og eiga núna 4 úrst þannig að þeir ætti að geta haldið sig eitthvað lengur, stýrst í 5. líka. Happy Pool aftur komið með hænunni. Og var reyndar að ná að enda við að headshota Relm. Dein Schutzengel ist da. Wise fær ressið. Hemd koma inn allir inn. Placeholder aðeins aftar en hann er með graf. Þannig að það getur fyrir að koma út. Áhvert að sjá hvað gerist hér, það er mikið á últum í boði að báðum liðum. Og það eru strax 2 komin út. Haffi finnur Smile. Og Trygg einfallega bara últar í gegnum þetta og tekur mænin út. En það tekur út af mæninu sjálfur. Dó og Haffi líka. Sjá hvað gerist hér, hér kemur út ressið á Trygg en Wise deyr bara með hann. Sýnist Hemd jafnvel þurfa að bakka út hérna aftur. Já, Placeholder tekin út og Hemd byrja að bakka. Vel gert hjá Þorbirni hér. Og eiga ennþá 3 últi góða. Meðan að Hemd er með jafnmörg. Relm er hérna alveg lengst í bak. Virðist alltaf að reyna að ná einhvern pikkum eða trufla. Já, ætla hann sig ekki leita sér að Pulse Bomb. Já, þetta er það.
En placeholder og eitthi getur líka reynda að komboa hér og Smile kemur sér í erfiða stöðu og lætur taka sig út. Þetta getur verið dýrt fyrir Þorbjörn. Hvað Relmir ennþá í bak? Relmir ennþá í bak, en hér kemur út grafið og líklega Bleiti líka, já, Bleiti kemur út líka. Transið kemur út frá Þorbjörni en það niðri og getur ekki hjálpað neitt. Hér gæti orðið erfitt fyrir Þorbjörn að svara sig eða hvað. Faðir Töðgrindar tekur Haffa en Eitthi tekur hans og Shameless finnur Eitta. Það bara Baba pointi eins og Relm og Elvar mættir. Elvar nær ressinni á Shameless. Og hér Smile kominn aftur. Spurning hvort að Þorbjörn á að snúa sér hérna við. Sýnist að jafnvel geta gert. Vel gert hjá Þorbjörni og Hemd bakka út ennina ferðina. Voru virkilega náðalt síðasta tekinu hér en duði ekki til á Smile með stackið pikkið á Wise. Já. Vel spilið á Þorbjörni sem að eiga núna 2 ult á meðan að Hemd eiga, Valkyrie en ekkert annað og langt frá öllu öðru nema kannski Sætrisrögt sem samt svolítið í. Þannig að Mines og Pulse Bomb í Þorbjörni gæti leikið Hemd grátt hér. Bara 2 mínútur eftir á klukkunni sem ekki svo mikið með að það byrjuðu 5. Sjáum hvað setur hér. Gætum farið að sjá Pulse Bomb eða hvað. Placeholder veldur usla á highgroundinu. Hér kemur út Mines frá Smile og Pulse Bomb frá Wise og 2 pikk hérna frá Þorbjörni. 3 pikk. Haffinn sem tekur steppa og Placeholder ressaður. Relmir þegar Svarar með taka sósu en Haffi finnur Smile en tekinn út á móti og mér sýnist Hemd að bakka út ennina ferðina. 1,5 mínúta eftir, 1 tikk sem vandar upp á. Leit svo vel út á tímabili, voru næstu því konum með álíka tíma og Þorbjörn en ekki búin að finna þetta síðasta tikk. Hafa núna mínútu til að finna það. Haffi kom með Pulse Bombið. Ekki mikið annað að frétta í ultum hjá neinum nema Elvari sem að nálgast Valkyrie í Þorbjörni. Þá hvort að Haffi hendur Pulse út, hann kemur með Pulse út en hittir engan. Og hér verður áhugaverður bardagi, lítið af ultum en mikið í húfi. Kemur hendur út Bob hér frá Shameless. Smile með 2 flott pikkina. Þorbjörn virðist að halda þessu enn eina ferðina, sjáðu þetta! Þetta svakalegt. Það standa sig rosalega vel. Hér lítil dífa að fylga sig. Og drifinn. 30 sekundur og stakkir pikkið á Wise. Og Hemd breyta til, fá sér Doomfist. Trikk að nálgast bombu en það eiginlega, og Placeholder að nálgast Mines. Það verður áhugavert að sjá hvað gerist hér í þessum loka bardaga. 15 sekundur og Hemd gæti verið að fara inn splittar því það Sen sem aftastur. Og hann svolítið langt á eftir. Hér kemur út bomban frá Trikk, finnur hins vegar engan. Spurning hvort að Doomfist pikkin að gera eitthvað fyrir þá hér. Það kemur út Mines á point og þær finna Smiles en Eitthi var tekinn út af Shameless. Hér kemur út Fluxi frá Father Thug. Og Trikk lendir í því en missir ekki mekkið. Eitthi hendir í transið og Smile fær essið á meðan Haffi tók Relm út. Kom út trans frá báðum liðum. Og hér erum við komin í overtime og Hemd mega ekki hægt að snerta og þurfa að vinna þennan bardaga til þess að tapa ekki þessu mappi. Nátt hefur pikkum hér en enginn að snerta pointið og Þorbjörn vinna hér sitt annað mapp, 2-1 fyrir Þorbjörni. Það væri rosalegt ef að þeir myndu vinna næsta mapp líka og fyrsti leikurinn sem að Hemd myndu tapa væri úrslitaleikurinn. En við veitum ekkert hvað gerist. Það getur allt gert hérna á næsta mappi. Haffi hérna með Play of the Game. Vel spilað. Vá, ég í pínu spennufalli. Ég viðurkenni það. Þetta svakalega. Og Þorbjörn eflaust alveg að missa sig hérna. Já, örugglega í góðum gír. Öruggir með annarsætið og gætu eiga hérna möguleika á fyrsta. Sjáum hvað verður valið á escort mappinu. En bæði lið eru búin að sýna skemmtilega takta. Mjög svo. Haffi hættulegur á þessum makrí.
Þú maður taka hérna örstutta pissupásu. Eða allavega, já, tökum bara eitt highlight á meðan. Smellum því bara í gang. Við erum mættir aftur. Það er kannski gaman að segja frá því og hérna verðugt að gefa Relm í Þorbirni shoutout þar sem að, já, hann var Platinum spilari fyrir 4 seasons síðan og, já, fór upp í Master í fyrst skipti síðasta season sem að, já, hlýtur að teljast hraður og góður árangur. Já, algjörlega. Og við sjáum það líka hér því að, já, hann er búinn að vera ótrúlega góður á þessum Tracer. Það verður gaman að sjá, já, hvort hann sýnir okkur ykkur á fleiri takta hérna í kvöld. En, já, Þorbjörn allir búin að stíga hrikalega skemmtilega upp í þessu móti heilt yfir. Já, mjög svo, mjög svo. Komur skemmtilega óvart. Þetta er náttúrulega einhverju leikmenn sem að voru í musteri í fyrra, einhverju leikmenn sem að held ég voru ekki og einhverju leikmenn annars staðar frá. Þetta er alls konar bland í þessu nýja Þorbjarnarliði. Já, eins konar súpa en gríðarlega góð súpa. Algjörlega. Og eru greinilega að finna taktin í því að spila saman. Ég hef heyrt að, já, ég hefnd séu margir
sem spila Overwatch lítið en spila til dæmis mikið af leikjum að borð við Valorant og Counter-Strike og fleira sem að veldur því að þeir eru kannski rosalega góðir í að hitta en eru kannski ekki jafn sterkir í gamesensinu en það hefur ekki verið að há þeim neitt of mikið hingað til vegna þess að þeir eru náttúrulega ósigraðir og búin að standa sig gríðarlega vel samt sem áður. Já. Þá kemur spurningin hvert verður escort mappið sem að Hemd fá að velja hér? Já, þau eru nú aðeins fleiri í boði en þessi 3 assault sem voru. Já. Geturðu nefnt mér það, veistu hvað það eru mörg? Ég get ekki nefnt öll. Við erum með Root, við erum með Junkertown, við erum með ég ætla nú að passa mig að vera ekki að missa eitthvað út um mér sem er ekki rétt. Alla með þau tvö. Við erum með Gibraltar. Já. Hérna með fleiri? Ég er með 2 viðbót í huga sem að þú ert ekki búinn að nefna. Já, nei, hvað er með? Dorado og Rialto. Ég held að sé 1 viðbót, kannski rugl, ég maður ekki. Nei, ég er ekki viss. Nei, það getur alveg verið sko. En ég get bara fletti upp hérna. Já. Við gleymdum einu. Það var Havana. Havana. En í þetta skiptið spilum við Junkertown. Já. Og Þorbjörn ætla að byrja á því að taka. Junkertown mjög mikið spilaðist á þessu móti. Já, enda gríðarlega skemmtilegt map, verði ég að segja. Algjörlega. Verði ég bara að segja. Mjög skemmtilegt. Já, sennilega það escort map sem við séð hvað mest af held ég. Já, það er ekkert eitthvað annað sem að svona sérstaklega stendur upp úr allavega að segja muni. Nei, lítið sé Havana. Svolítið Gibraltar. Já, eitthvað Root líka. Já. En það er bara líka gaman að hafa svona eins fjölbreyttari flóru. Þú veist, eins gaman og það er að spila Kings Row til dæmis. Það finnst mér leiðilegt ef það er Kings Row í hverjum einasta leik alltaf. Já, það verður mjög leiðilegt. Það er alltaf gaman að fá önnum upp eins og Hollywood eða Numbani eða eitthvað fleira. Aðeins að brjóta þetta upp. Það var fjölbreytnina. Nú skal ég að sjá hvað þið fá af mér. Hemd náttúrulega er algjört bland í póka og ekki fengið bara hvað sem er út af þeim. Og það er líka eitt af því sem er svo skemmtilegt við Hemdaliðið að þú veist aldrei hvað þú ert að fara að fá. Nei. Þú veist ekki einu svona hvaða hlutverk leikmenn er að fara að spila, það er bara eitthvað. Það er svolítið svoleiðis. Síðast þegar við köstum leik fyrir Hemd, það var YZ á McCree, hann er aftur McCree og tók þetta stóra svakalega læðupúka ult í bak, manstu? Já, rétt. Við rámar í það. Gríðarlega flott. Hér, ætla Shameless að mér sýnist að fara Torbjörn. Kannski að setja turretið á payloadið. Elma ætlar að halda sig á Tracer og Smile komin aftur á Roadhog, ætlar greinilega að hvíla boltan aðeins. Hendamegin eru Haffi komin er á tank. Spila Sigma núna. Trick 2G á Roadhog. 5, 4, 3, 2. Ég hef nú ekkert á móti að komast yfir þetta payload með öllum þessum peningum. Stop the payload. Begin the experiment. Og já, hér fara Þorbjörn af stað. The barrier is about to break. Hoi. En ekki mikill mótþrói hjá Hemd. Strax allavega. Father Thug finnur hins vegar placeholder hérna. Og steppið Trick 2G, þetta byrjar ekki vel fyrir Hemd. Alls ekki. Relm er komin í baki á þeim og hérna kemur krókurinn frá Smile. Finnur Wise og já, bara 3 eftir í Hemd. Smile aftur með pick. Björgvin er að gera það gott hérna. Steppi situr bara hægt og hægur og rólega hérna á payloadinu. Já. Og er að verða komin alla leið. Placeholder og Haffi mættur á boltan. Haffi er komin á point. Það er að tefja og Trick komin á aban líka. Haffi finnur Steppa. Og Father Thug. Þetta góður boltaspilari. Smile finnur þess að krókina á Sósu en hugsaði sig ekki nóg. Nei, hann er tekinn út hér líka.
og Þorbjörn verður að grúpa upp aftur. Og já, hérna eru Þorbjörn bara að grúpa upp í róliheitum. Hafa 2 mínútur til að komast þennan litla spöl en það getur verið erfitt. Sjáum hvað gerir Steppi, finnur placeholder. En Haffi er mættur í bakið. Seamless með hérna dreka sem að fælir í burtu restina af hend og þeir ná En að þeir eru búin að ýta. Eiddi náði ekki að snerta í tæka tíð. Seamless er stönnaður af Wise en lifir af. Já, Haffi er ennþá að dóla sér í bak Haffi í fullu lífi. rúlar sér bara í Elvar róliheitum. í hættu hér. Steppi finnur trikk en já, Haffi er húkkaður en lifir af aftur. Urðin stoppar hann. Já, hann var heppinn hann að eða kannski var þetta bara insane map knowledge awareness. Já, hér byrja eltingarleikur á milli Smile og Haffa. En hérna eru komin 4 ult, næstum 5 hjá Þorbirni. Pölsbombi kemur út frá Realm en finnur engan. En Hefndarmenn eru með 5 ult líka. Hér kemur út fyrsta Nano og Visor, 2 í 1. Placeholder, þessi leikmaður ótrúlega góður. En já, hann fekk 3 þarna en Þorbjörn fengur 2 á móti. Já, Og Smile. hér fellur líklega einnig, nei! Smile, jú! Smile nær að taka hann á endanum. En fellur svo fyrir hendur Haffa Cool. Realm einn eftir hér. Finnur sósu og nær að komast út. Og þá er gluggi fyrir Þorbjörn til þess að hugsanlega hreinsa fleiri upp eða hvað Haffi finnur þetta Realm. En hér er placeholder í erfiðri stöðu. Fellur. Og hér koma drekar. Til hann að loka á það að fleiri úr hefnd komist strax á pointið aðrir en Haffi og Trikk sem eru mættið nú þegar og Haffi mætið hér á Steppa sem að þarf hjálp. Haffi mænar. Hann últar bara og er að hreinsa upp mænin eftir Haffa með transinu sinni og Smile með 2K doppelkillið frá feita geltinum og við elskum það. Hann er svangur í 0,01 metrar. Vel gert Þorbjörn með 4 mínútur hér til að ná síðasta pointinu. En við sjáum að placeholder er að stíga rosalega upp á þessum Soldier. Setur rosalega pressu og spilar gríðarlega vel. Activating the barrier. Sosa kominn yfir á Lucio. The enemy approaches. Seamless og Elvar taka high groundið. My ultimate is charged. En Trikk mætir þeim. Fá að íta payloadinu svolítið hérna ókipis. En Seamless og Realm báðir teknir út. Placeholder og Eiddi með sikkert pikkið. Primal Rageið Nanohósi kemur út frá placeholder. virkilega fljótur að tjartja það upp aftur. Virkilega, sömuleiðis Eiddi með býtum við. Nei, það var ekkert nano. Það var ekkert nano. Placeholder bara Bara gera þetta fljótur. sjálfur. En er húkkaður hér. Tekin út en Eiddi tók Realm stuttu áður. Seamless hendir í dreka og Realm fær ressið. Hér eru Þorbjörn mættir aftur á payload. Farnir að íta því. En gefa hefndamönnum glugga á að, já, grúpa aðeins upp eða hvað. Sosa húkkaður en er Smile slípar og nær ekki að hreinsa það. White setta, hendur í deadæið en finnur bara 1. Það er, já, 5 á móti 4 hér. 5 í hefnd á lífi. Steppi tekin út með krók frá Haffa Cool. Og nú þarf Þorbjörn að bakka. Elvar reyndar í miðju Valkyrie últi og, já, Þorbjörn orðnir 5 aftur. Sjáum hér að, já, það eru 3 ult í boði hjá Þorbjörni. Haffi Cool er reyndar með ult líka í hefnd. Wise finnur Father Thug. Það er Elm virkilega lár en fær healið sem það þarf. Smile últaði en var stönnaður út úr því. Realm finnur þessa trikk og placeholder er komin á Widow og finnur Seamless. Elvar eins og að ressa Seamless og Smile virkilega lár en húkar Haffa en er tekin út af Eidda. Eiddi með 2K hér.
greinilega spenntur að fá að vera með og vill skjóta líka. 1,5 mínúta sem að Þorbjörn hafa hér. Það er nú aðeins í búið hér. How to make the payload move once again. Og Smile húkkaður inn á payload en kemst út. Og hér geta eitthvað gert. Placeholder finnur Relm. Og já, styttist óðum í bleitið frá Wise. Haffi álíka Hólhog. Þeir þurfa ekki að nota það því þeir eru bara að drepa það á núlsta eða hvað Steppi reyndar finnur svo Wise. En Steppi er bodyblokkaður og tekinn út. Sosa tekur Steppa en ja, Relm reyndar fann trikk hana stuttur senna. Hér er Smile mættur inn. Placeholder finnur Shameless þó að sé við að slamma hann á meðan. Þessi leikmaður ótrúlega góður í að miða. En Þorbjörn með 4 ult og hér koma 2. Relm hérna. Pulsbombið og 4 sem að festast í fluxinu. Gæti orðið erfitt fyrir því að Hemd að recovera hérna. Þetta er með, hann sendi sitt. Já, og já, Smile svakalega hérna. Smile, flottur leikmaður. Og já, Hemd reyna að komast aftur út. Spurning hvað gerist hér. Smile beitar glípið frá einna en hér kemur út nanobleitið. Og Mæns loka á spánið hjá Hemd. Og tíminn er runnin út. Nú mega Þorbjörn ekki fara pointið. Smile er á því en ekki margir aðrir. Lítur út fyrir að Þorbjörn ætla ekki alla leið hér. Því að ja, það eru 4 í Hemd og bara 1 í Þorbjörni. Og hann er fallinn. Sýnist, jú, hugsanlega nær senast að snerta. Er í healing-fíldinu sinni og kaupir tíma fyrir 2 viðbót til að komast inn. Elvar á Steppa. En þetta er virkilega erfitt verandi bara 2 supportar og þeir eru bara teknir út í einu dassi. Báðir í einu. Yes. Jeez. Þorbjörn nálægt í að komast alla leið hér en gengur ekki alveg. Score 0. Greinilega mikil spenna á þínu heimili og uppbyrðavélinn fara hann að pípa á ræsingi. Það pinnur svo leiðis. Initiating Við fögnum því. Já, þetta er alveg virkilega spennandi. Það verður bara ekki sagt nóg oft. Já, það er spurning hvort að Hemd ná að íta þetta leið. Tja, ef þeir Já. gera það ekki, þá er þetta búið. Já, ef þeir ná að íta þetta leið þá förum við yfir í 5. map. Og já, það verður koth sem að þýðir að það er ekkert jafntefli í boði og annað liðið verður sigurvegari eftir það en fyrst þarf að klára þetta map og sjáum að sjá hérna hvort að já, þeim í Hemd tekst að íta þessa alla leið. Já, hér er Placeholder komin yfir á Viddu. Hann hefur nú sýnt það að attackers incoming. hann er stórhættur yfir henni. Já, hann hefur gert það og var byrjaður að gera það hérna í lokin á síðasta rándi. Haffi ætlar að halda sig á þessum Roadhog og Smile sömuleiðis. Svo ef einhver verður gríðarlega stressaður að þá má þess kannski geta að það er kamar á mappinu 5, en menn fá í magan. 3, Já, 2, 1. Attackers incoming. Barrier in Hér eru Hemdamenn komnir út, Placeholder á Viddu, reynir að finna value. Shameless setur pressa á hann en Haffi tekur Shameless bara út. Smile reynir að finna krókinn en hittir ekki. Hins vegar finnur Haffi Steppa með króknum sínum og Relm nær að svara en já, það er 5 á móti 3. Og Þorbjörn ákveða að bakka hér. Ná samt líklega að snerta aftur áður en að pointa koma að það. Shameless er komin yfir á Sombruna. Be right back. Nú fara Þorbjörn vantilega að droppa eða hvað. Allavega að setja pressu að ofan. Jú, Smile hoppar niður. Placeholder finnur Shameless í bak. Þungt högg fyrir Þorbjörn. Hér sjáum við, já, að Steppi finnur trikk en Wise tekur Steppa á móti. Elvar nær að ressa hann en Iddi tók Relm á meðan. Hér er Haffi strax komið með Hólhog. Placeholder finnur Elvar og sjáum hér mikið að gerast. Sýnist Þorbjörn vera að missa tökin hér. Og já, Hemd ná að íta
allan fyrsta legginn og eiga 5 mínútur fyrir næsta. Is almost ready. Ég svolítið reyna hérna að ná kicks. Placeholder er stór hættulegur á þessum Widowmaker. Wise tók eftir Shameless en er hakkaður. Hins vegar kemur pressa frá Eidda sem að antjar Shameless og fær hann til að bakka út. Shameless kominn aftur inn og Wise gríðarlega góður í að finna Shameless. Shameless ósýnilegur en Wise dassa bara í gegnum hann og finnur hann í tvígang. Og hér er Smile húkkar á Affa, fellur við það. Relm hins vegar finnur Placeholder, Elvar hendir í Valkyrie og rettar Smile. Sosa hins vegar með bítið. Hér er Smile að húkka Haffa og Haffi er lágur og Haffi er tekinn út. Sosa hins vegar fann steppa á meðan og Sosa fann Relm líka. Sosa greinilega hættulegur á Lucio. Smile finnur trikk en já, Father Thug er einn hérna í erfiðri baráttu framalega og Elvar reynir að hjálpa honum en lendir í smá vesenni út frá því eða hvað, reynir að hjálpa Smile hér, Shameless finnur Placeholder, Nanoðu kemur út á Wise sem fendir í bleitið, nær Elvari hérna strax og Smile líka áður en að Steppin er að koma tilbaka með Transcendenceið, óheppilegt fyrir Steppa, Shameless er í vesenni og er tekinn út. Já, Þorbjörn eru í vesenni hér, Steppi er einn eftir og tekinn út líka. Sýnist engin annar að að snerta hér. The payload has Og nú þurfa þeir að halda í 5 mínútur á þessum síðasta legg sem að, já, óhjákvæmilega reynist erfitt. Eiga eins og 3 út til að hjálpa sér. Shameless hérna að reyna að taka út Placeholder. En endar á því að, já, teleporta út. Og Relm hins vegar finnur Wise. Hann er damage boostæður á highgroundinu og er ekkert lampa að leika sig við. Shameless kemur og vantarlega hendur hann núna í... Nei, hann býður með það. can hide from my sight. Og hann er tekinn út. Haffi finnur hann og Placeholder svarar fyrir sig og tekur Relm en já, Relm fær ressið frá Elvari og Trikk ætlar að jökla honum. Hér koma hins vegar fullt af últum, bítið, flöksið, hænúnið. Það er allt að gerast hér en ekki margir að deyja. Placeholder hins vegar, jú, hér er hlutur að gerast fyrir Hemd Tricks í þessum barða. Wise. og Hemd er að verða komnir hér alla leið Wise með 3 pick. og það byrð 5 metur eftir, já, hérna kemur það. Hemd Já. vinna þetta map 2-2. victory. Niðurstaðan eftir þetta map og já, æsi spennandi control-map framundan. Ég verð að segja það, þetta er alvöru úrslitaleikur. Heldur Við erum að betur. fá hérna 5 upp, gríðarlega jafnt, getur fara á hvorn veginn sem er. Já, og hér sjáum við Visor hjá Placeholder. Virkilega góðu leikmaður Placeholder. Fær Nanoið, hendir í Visorinn, tekur Valkyrie, Mercy, finnur Father Thug líka. Placeholder, ansi góður. Og já, síðasta mappið framundan, alveg sama hvernig það fer, þá fáum við, já, sigurvegara þessar viðureignar eftir þetta mapp. Það er bara svoleiðis. Síðasta mapp deildarinnar. Síðasta mapp neðri deildar að þessu sinni, í þessu sísoni. Og já, það er æsir spennandi. Það er pínu svoleiðis. Þorbjörn fá að velja þetta síðasta mapp. Geta kannski litið á það sem smá vonarglætu að fá að stýra því hvar þeir spila. Já, algjörlega. Já, hvað á svona af öllum þessum miklu play sem við höfum séð hjá leikmönnum er svona þitt uppáhalds? Það er gríðarlega góð spurning. Það má vera í hvaða leik sem er, ekki bara þessum. Ekki bara Bara þessum leik, Bara í þessu sísoni. þessu sísoni í neðri deild. Halda mig við neðri deild samt sem áður. Ég er með þetta. Já. Það var líka leikur sem að Hemd spilaði og já, kartöflur voru á móti þeim og það sem gerðist var að Hemd fór að spónkampa og voru komnir, já, tíminn nánast útrunnin, voru búin að spónkampa í 1,5 mínútu en kartöflurnar fóru út annan útgang, brunuðu á point og náðu að kappa það áður en að Hemd komst tilbaka og það
er mitt uppáhalds moment í þessu sísoni hingað til. Já, það var mjög gott moment. Það var virkilega skemmtilegt. Það sem að, já, kartöflurnar sáu sér leikaborði og náðu að notfæra sér það. Já, já. Ég held að mitt sé sannlega þegar Wise læddist aftan að kartöflum Já. í sama leik. Já, rétt. Fékk skjöld fyrir sig, hendi í deadæið og Já. hreinsaði upp kartöflunar. Já, en ég mynd samt sko, ef ég má velja milli efri og neðri deildar, þá held ég nú að Sindri eigi það hjá mér. Initiating Já. match. Þegar hann tók 6 manna bleitið á Anubis. Já, og hélt svo áfram og draf fleiri, blokkaði Hænún, Já, beint tilbaka. hann var ótrúlegur. Já, hann einmitt, hann, skal ég segja þér, hvað heitir það? E-ability hann skemmt í deflect. Deflectaði Hænúnið beint í hausinn á makrinum. Ready for battle. En heyrðu, hér erum við með Smile og Fæðaþug í Brawl Rein Sarju. Já, það er kannski allt í lagi að minnast á það, við erum mætt á Busan. Já, Gleymdum okkur aðeins í, já, því að rifja upp highlights. Já. Það er bara gaman að því. já, það er ekki miklar breytingar þannig séð. Já, nema Þorbjörn er konur aftur á kompis þegar voru að spila svolítið mikið í byrjun. 2, Já, 1. Round 1. Capture the objective. Það Já, er Relm er kominn að gríðarlega líka í gaman að þáttinn. sjá hvað gerist hér. Já. Haffi heldur sig á tanknum, Placeholder heldur sig á DPS. Greinilega ekki verið að gefa neitt eftir hér. Bæði liði vilja vinna þetta map. Þykir mættur á point. Sosa finnur Elvar. Krókurinn frá Haffa finnur Steppa en nær ekki að hreinsa hann. En Placeholder er rosalegur á þessum soldier. Og Steppi bara einfallega farin út af. Já, ekki mikið annað að gera ef maður er einn á móti, já, allt á mörgum. Pínuslegis. Hvernig væri við myndum lýsa restina af mótinni með grínrödd? Nei. Nei, við sleppum því. Það er ekkert gaman. En já, hér eru Þorbjörn búin að safna sattu saman, komnir upp á highgroundi til að mæta hefnd. Sjáum hvað gerist hér. Smile Ekki neitt. fyrir reyður inn en Trygg með pinnið nær ekki að finna neitt og Shameless tekur hann út. Eins og stórt anti hérna sem að, já, veldur því að Smile fellur. Elvar eins og með gluggan en Sosa tekur 2. Lucio. Já, greinilega, við höfum séð það hér. Og já, hefnd með annan unnin bardaga. Já, Relm Shameless einn liðandi eftir að móti Wise. Og Wise tekur hann út. Upp og Þorbjörn eru leikni grátt hér. Komnir aðeins frá framalega með hversu margir og liðinu eru komið tilbaka og þeim er refsað fyrir það. Hún er að safna sinna saman eins vegar 60% komin hjá hefnd. Hér kemur eitt bleitið frá Wise og Nanoblade og Haffi sömulegis með hólhoggið. Það reyndar enginn sem að fjall í þessu Nanoblade'i en já, þeir eru að falla í ýmsu öðru. Já, Hemd virðast að taka þetta en þetta kostaði allavega 3 ef ekki 4 ult. Já, það voru 4 ult út þarna og já, Þorbjörn eru með reyndar ekkert og bara 10% sem vantar. Placeholder á Væsarinn inni sem að, já, gæti verið mjög erfitt. 5, 4, 3% eftir, Smile snertir. Væntanlega kemur Væsarinn út eftir smá eða hvað, já, hérna kemur hann. 2 fallnir af flópinni strax, það er erfitt fyrir þá. Það er erfitt að vinna þetta round. Hér er Father Thug anti-aður og tekin út líka og uff, þetta var einhliða map. Taka þetta. En sjáum hvort að Þorbjörn ná að finna taktinn á næsta mappi, eða undir mappi. Ready for battle.
I'm ready. sem shrine, heitir þetta shrine? Ég ruglaður? Sanctum, Sanctuary. Sanctuary, hann er hvað við. heitir þetta? Þetta var falið einhvers staðar í heilanum. Já, og hérna ætlar Smile að fara aftur yfir á boltan. Greinilega hættir við að fara í þetta brawl og vilja brjóta þetta aftur upp. Þarna í Þorbirni óvissir hvað ég vilja gera, skipta svolítið hetjur þarna rétt fyrir. Relm teleportaði út og fer svo Tracer. Hér Smile komin í bakið á Hemd. Ég ætla allavega að haffa. Já, og Relm hinum einn í bak. Pointið opnar. Hvað gerist hér? Placeholder með 2 headshot. Rosalegu leikmaður Placeholder. Haffi og Placeholder. Annað headshot. Sjáuð þennan gæja. Hann er greinilega algjörlega kominn í gírinn. Með, já, rosalega flott play þarna. Gæti verið play of the game. Og Hemd kappa pointið enn á ný. Hér er Relm ótrúlega lágur í lífi fyrir aftan Hemd. Reynir að pleysa þetta út. Hér er Smile mættur á pointið og Relm finnur Vice. Gæti þetta verið opnun eða hvað? Placeholder allt of sterkur á þessari Widow. Finnur steppa. Ætlar ekki að gefa Þorbirni, já, neina von. Leiðu að fá pick þá svara Placeholder bara. En Elvar ressa steppa hérna. Bara cancelar út þetta pick. Já, steppi finnur svo trikk. Við svara fyrir sig. Hugsanlega eru Þorbjörn að finna, að komast á eitthvað skrið hér. Já. Að reyna að kappa pointið, Haffi mættur til að kontesta það. Placeholder með enn eitt headshotið, þvílíkur gæi. Nice, frá Smile. Það lokar hann fyrir á finnur pointið. þögg. En lítið samt sem áður ekki nógu vel út fyrir Þorbjörn. Vice þetta með 3. Vice með 3 þarna. Úff. Þetta er erfitt. Relm er komið með Pulse Bomb og Elvar Valkyrie. En Vice er komið með Bladeið. Sosa beatið. 25% sem að Hemd þurfa til þess að verða sigurvegarar neðri deildar. Hér kemur Bladeið út frá Vice en Shameless var nýbúinn að finna Sosu. Spurning hvort það skiptir máli. Vice nær steppa líka. Það er hérna gælaverðir að ná Father Thug en Elvar ressa steppa. Og Relm finnur Placeholder. Vice hins vegar tekur steppa á móti. 8% eftir 7. Nú þurfa Þorbjörn að snúa þessu við. En viljast ekkert að gera það eða hvað. Hemd eru með dálitla yfirburð í þessum barndagi eða hvað. Shameless finnur einn en Haffi finnur svo Relm á móti. Shameless hendur í drega. Það er bara Elvar sem er að kontesta pointið. Shameless er að verða kominn. Elvar er pinnaður og já, nú þarf Shameless að snerta og Smile er kominn reynda líka. Þorbjörn hanga hér á bláþræði. Vilja ekki missa af þessari toppbaráttu. Vilja ekki missa sætið sitt en já, hér er það staðfest. Hemd sigurvegari neðri deildar í Season 2 og Þorbjörn í öðru sæti eftir gríðarlega góða frammistöð í mótinu. Þið sjáðu play of the game frá Placeholder. Fylgist þið vel með. Þessi maður miðar ótrúlega. En svona hefur aldrei gert annað. Stuttu millibili. Svakaleg play. Ótrúlega flottur leikmaður. Og já, við fáum nú væntanlega að heyra frá báðum liðum í já, viðtali hér eftir leik. Ég allavega gríðarlega sáttur með mótið og þetta var skemmtilegur og spennandi úrslitaleikur þó að síðasta mappið hafi verið svolítið einhliða. Já, við gátum ekki beðið meiri spennandi úrslitaleik. Nei, þetta Nema var... kannski ef að síðasta mappið hefði verið aðeins jafnara. Já, þetta var allavega ótrúlega gaman og já, viðeigandi endir á mótinu.
Hefnd halda krúnunni en já, Þorbjörn sýndu það og sönnuðu að já, þeir verða ekki við getum sagt að það verður erfitt fyrir eitthvað annað lið að ætla að enda efst á næsta sísoni ef að Þorbjörn ætla að vera með aftur. Býnum þannig. Sýnist Haffi ætla að mæti viðtal hérna frá Hefnd og ég veit ekki alveg hver ætla að koma á Þorbjörni. Við bara býðum spenntir. Stebbi og faðir Þögg sýnist mér ætla að mæta í þetta síðasta viðtal sísonsins. Allavega fyrir utan kannski að það verður eitthvað eftir All Stars leikinn. Já, það gæti verið. Já, þá var þetta líða enda. Já, þetta síson hreinlega bara búið og já, ég hlakka til að næsta byrji strax. En það verður líka gott að geta kannski sinnt aðeins vinum og fjölskyldu. Þetta búið að fara ansi mikill tími í þetta þó að þetta sé frábært. Jæja, Algjörlega. en hér eru þeir mættir, Stebbi og faðir Þögg, hvað syngur í ykkur? Við erum bara sveittir. Já, það er Já. ekki von. Eðlilega. Við spiluðum mjög vel, en allavega, vissu hvað því. Já, ég minna að þið spiluðu frábærlega og sýndu það algjörlega að þið áttu heima í þessum úrslitaleik. Já, þetta droppaði bara alveg þarna í seinasta leiknum. Já, Var eitthvað ákveðið sem gerist, þið náttúrulega ákveðuð að prófa hann að fara aftur í brólið, voru það mistök eða hvað finnst ykkur? Hvað haldið þið? Okkur fannst það bara passa betur við mappið. Það er lítið sem við gátum gert, en ég meina, þú veist, kannski það er breytt, kannski ekki. Við veitum ekkert hvernig það hefur verið. Já, en við sáum ekki mikið af double bubble frá ykkur núna. Já, það er smá bread and butter. Já, Það virkaði ekki rosa vel seinast, þannig að við bara ákváðum að sleppa því. Já. En var þetta ekkit mikið síðra? Nei, en ég get allavega sagt það að já, þó að þessi leikur hafi ekki kannski farið eins og þið hefðu óskað eftir að þá ætla ég samt að óska ykkur til hamingju með annarsætið. Takk alveg fyrir það. takk fyrir það. Og ég meina þið eru búin að vera gríðarlega sterkir í þessu móti, þið voru fyrsta liðið til að taka stig af Hefnd og tóku þá 2, gerðu það aftur í kvöld. Engin aðeina sem á búin að ná því, Berserkir náðu einu stíð í gær en já, bara ótrúlega vel gert hjá okkur verði að segja. Ég er mjög stoltur af því hvernig við stóðum okkur. Algjörlega vera það. Mér finnst allir á leiðinu. Bara, við stóðum okkur mjög vel, við gerum okkur besta. Eru þið ánægðir með frammistöðuna hvernig í mótinu heilt yfir? Algjörlega. Já, Við stendum enda á efri-deildina líka. Þetta er ekki búið enn. Nei, algjörlega. Þannig að þið ætla að taka þátt í season 3? Sjálfsögðu. yes. Það er geggjað að heyra. Ég hlakka mikið til að sjá meira af ykkur. Er eitthvað svona sem ykkur finnst þið svona þurfa að bæta fyrir season 3 meira en eitthvað annað? Tja, Stjána getur tekið það. Ég meina, við erum náttúrulega bara að spila meira saman. Við byrjum náttúrulega liðið bara í byrjun mótsins og þú veist, ákváðum þetta frekar seinst stundi og vorum ekkert búin að spila allir saman og núna erum við komið með smá reynslu svona saman sem lið og þá ætti að vera betra næst. Já, ég meina ef þetta var Þorbjörn sem að þekkir ekki nógu vel innan hvern annan þá bara skelfi ég eina beini við að vita hvernig virkilega samhæft Þorbjörnarlið myndi koma út. Já. Þannig að ég kannski bara fæ kvíðan út fyrir næsta sísoni. En Það verður eitthvað. hvað tekur við núna? Ætlið þið að halda áfram að æfa stíft eða ætlið að taka ykkur smá pásu eða hvað er planið? Ég meina, við ætlum kannski ekki að æfa alveg jafn mikið og meðan mótið er búin að vera í gangi en við reynum að æfa alltaf inn á milli alltaf. Það er að Japan skrimma eða er- ætlið bara að spila komp eða? Já, ég meina, við reynum kannski að skrimma inn á milli en við reynum bara að spila líka saman í komp og hafa gaman. Það er svona stýttum. Það er fyrir öllu. Já, ég verð allavega að segja, sko, ég meina, bara þetta lið yfir höfuð, ég meina, þeir eru ótrúlega sterkir leikmenn og flottir og þú veist, hafið alls konar styrkleika. Bara, þú veist, mann alltaf kannski erfitt að komast hjá því að nefna Relma á þessum tracer sínum,
algjörlega. En ég meina, þú veist, þið allir, ég meina, Elvar, sérstaklega það sem ég hef séð á Baptiste finnst mér vera mjög impressive steppi á Lucio og Sen og hérna Shameless, virkilega góður á Sombru finnst mér, þú veist, Father Thug á seríunni og Smile náttúrulega kannski svolítið mikið bara á main tank yfir höfuð, bara gríðarlega sterkur á þeim flestum. Já, Elvar og Baptiste kemur alltaf með clutch lamps. Já, einmitt. Það er einmitt það sem ég er að hugsa sko, að hann er hann er búinn að negla svo mikið niður hvenar og hvernig hann notið þetta ability. Já. Og mér finnst það skila sér rosalega mikið. En já, hvað segirðu? Ég segi, svo er hann líka bara hitinn. Já, það er náttúrulega það líka. Ég sá að hann tók hérna virkilega skemmtilegt move á Kings Row þar sem að hann, sá hann að, ég man ekki hver það var, einhver annar placeholder eða eitthvað sem var á Baptiste á highgroundinu og hann stökk bara upp og ákvað að taka innvíð og vann það. Já, það var virkilega gaman að sjá. Ég get nú ekki tala fyrir hann, en mér finnst hann mjög góður og vona hann haldi áfram bæta sig bara vel, mikið. Mjög gott. Eru þið búin að bæta ykkur mikið sem einstaklingar undanfarið? Alveg 100%. Mér finnst ég búinn að bæta mig rosalega mikið. Það er geggjað þeirra. Og allir bara yfir heild. Og við erum búin að læra að spila betur sem lið og kolla allir. Og bara hvernig að spila saman og já. Einmitt. Voru þið búin að gera mikla heimavinnu fyrir hann leik? Þið náttúrulega tóku leikinn við Hemd fyrir ekki allt of lengur síðan og vissu náttúrulega hvernig hann fór, tókuðu svolítið með af því þegar þið mættið þennan leik? Ekkert svo mikið. Við sáum bara, þú veist, þegar russi virkaði ekki, þá prófið eitthvað annað og leið að það virkaði, þá heldum við því. Og svo leið að það hætti að virka og reyndum við bara að skipta af þér. Ég meina, þetta er svolítið bara að adjusta við hvað þeir gera akkurat í mómentinu. Einmitt. En við vorum alltaf búin að skoða eitthvað hvað það gerði, skilur, en það er svolítið erfitt að lesa þetta lið. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega kannski lið sem er ekki með eitthvað svona ákveðið sem þeir spila bara mjög mikið af því að þeir eru svolítið bara að velja eitthvað og hvað þeir eru stuð fyrir og svoleiðis, þannig að það er alveg erfitt að mæta því. Akkurat. En mér fannst þið standa ykkur gríðarlega vel og hérna, þið komið út sem ákveðni kóngar í minnibók eftir þetta season, sko. Takk fyrir það. Ég verð að segja það. Ég skal taka þá kórunni með heiðri. Já. Er eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri svona undir lokin? Bara sjátt þetta liði. Við vonum bara að okkur gengur vel áfram og sjátt þetta Hemd fyrir að vinna þetta mót. Gefa okkur góðan leik. Já, þetta var geggjaður leikur og þó að hann enda ekki eins og við vildum hafa hann, þá var hann ógeðslega skemmtilegur. Það getur alltaf sagt að þið megið vera ansi stoltir af eitthvað framistöðu. Já. Ég var að segja eitthvað. Nei, bara þú sagðir allt sem ég hefði hugað. Sjátt þetta á mótshaldarana og ykkur og sérstaklega Nag. Hashtag takk Nag í tjatið eina fyrir hann. Báma eina fyrir hann. Já, við þakkum ykkur bara að kella það fyrir komuna í spjallið og takk fyrir að gefa okkur spennandi 5 mappa úrslitaleik. Það er bara, þú veist, ekki hverjum degi sem að maður fær svoleiðis og maður náttúrulega vill alltaf fá það og þið bara gáðu okkur sem við vildum. Bara okkar ránaðinn. Nú gangi ykkur vel á næsta seasoni, strákar. Takk hérlega. Takk. Við heyrjumst. Heyrjumst. Jæja, og þá eru mættir til okkar hefndarmenn Haffi og hver er með þér? Sosa, Chiba. Sosa, velkomnir og til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Takk fyrir það. Voruð þið hræddir að missa þetta niður? Nei. Þegar Þorbjörn verið konur í stöðuna 2-1? Nei, við settum bara Danna á DPS og ég fór tank og það var ekki hægt að tapa þá, sko. Ég vil bara sjáta á haters í chatinu sem mótið þetta. Já, ég hef aldrei séð eitt chat vera jafn pirrað bara á æfum í öllu e-sport. Það er allt í klika, sko. Þeir fjúla okkur áfram, sko. Þessi SPK er að fokka flokast í chatinu, ég veit ekki alveg hvað er gangi. Jæja, ég reyndi að fylgist líki með chatinu á meðan við erum að kasta en já, þið allavega náttúrulega kannski einhverjir sem að voru með bara svona smá bæjas að móti ykkur út frá því að þið komið inn í neðri deildin ekki efri eins og sumir hefði kannski vonast eftir og Áttu kannski að fara í efri með við Já, ég meina þið allavega eigi núna sæti í efri deildinni eftir þennan sigur þannig að Já.
En já, vel spilað og skemmtilegu leikur. Hérna getum við aðeins bara placeholder kemur inn á þessa Widow. Þú veist, hvað þetta bara svo mikið grín, sko. Já, Það bara eins og hann hafi kveikt bara á nú ætla ég að hitta. Hann var sko... maður í rauninni besti Widow á Ísland sannlega. Ég held að hann aldrei tapað 1-1 og hann 4600 reytið Widow, þannig ég held að það ekki mikið sem að neðri deildin getur gert til að stoppa hann, sko. Hann var svo góður á móti hinleinu sem við unnum á móti seinast í deildinni að þeir tóku bara klukkutíma accusation sess á hann og voru að skoða stríma. Jú, það var mjög gaman að horfa á þeir, sko. Svo díldiði vottinu, sko. Hann fyrir góður að vita, sko. Já, hann er ansi góður. Hann var náttúrulega líka góður á Soldier, maður sá það alveg. Hann var með mjög mikla konstant pressu sem var alveg að valda vandræðum. Já, hann er mjög góður á heiskan, sko. En eru þið svona ánægðir með frammistöðun ykkar í mótinu heilt yfir? Já, þetta er bara það sem byggumst við, held ég. Bara basic, sko. Myndi ég segja. Mjög ánægðir. Og ætlið að taka þátt í season 3? Já, kannski, ég veit ekki, það er alltaf persónubundið milli leikmanni í liðinu, sko, ég held að margir eru já og margir eru kannski. Ok. Þið allavega eigið sæti í efri deild og hérna væri virkilega gaman að sjá ykkur, sanna ykkur þar líka. Og náttúrulega kannski hafið það kannski ekki sannað sig fyrir mörgum að sem að hann náttúrulega sitt history en heilt yfir náttúrulega, þú veist, væri gaman að sjá liðið stíga upp sem heilt og hérna og reyna að svara því sem í gangi í efri-deildinni. Já, það er gaman að chatti fá flokast aftur ef við vinnum allt í efri-deildinni, sko. Þetta er að sanna okkur verið haters í chattinu, sko, og það breytast fyrir fans og loyal supporters. Nei, ég held að þetta sé vocal minority, sko. Ég held að við séum með hellinga fans í chattinu. Þetta er svona 5 sem bara að skrifa fulli. Örugglega. Já, 100p, sko. Já, algjörlega. Ég meina, þú veist, svo er þetta líka bara, maður má ekkert láta það á sig fá, skilur. Þið eru bara að spila eitthvað leik og hérna og vitið að þið gera það vel, skilur, og það er bara svolítið þannig. Já, við erum ekkert pyrir, sko. Þetta er bara gaman. Já, hvað ætlið þið að hérna spila eitthvað Overwatch næstu vikur eða ætlið þið bara eitthvað fara í Valorant eða spila eitthvað annað? Örugglega ekkert Overwatch, sko. Ég held að spila engin Overwatch fyrir utan þessa leiki, sko, í þessa liði. Það er bara vinnir að spila, sko. Já. Það ætti bara að vera gaman, sko. Já, einmitt. Já, það var allavega gott betur en gaman og þið farið hérna ósigraðir í gegnum þetta mót með 11 leiki á bakinu. Það er ansi flott. Er eitthvað sem að hérna, þið viljið koma á framfæri undir lokin? Já. BM gerir leiki skemmtilega að mínu mati og í öllum öðrum e-sports og ég skil ekki þetta ekki attitude frekar, ég fatt ekki að fólk finnst að það gerir leikina skemmtilega að horfa á mínu mati. Ef það væri ekkert BM, þá væri ekkert e-sport skemmtilegt, myndi ég segja allavega. En það er bara my opinion, en mér finnst chatið að vera frekar, ég veit ekki hvað orðið að segja, bara mér finnst mjög skrítið að fólk er svona á móti BM í þessum chati. Algjörlega valið skoðun að hafa og já, ég er sjálfur persónulega svolítið fyrir bandir en það fer náttúrulega líka eftir því hvernig það er matreitt. Ég hef kannski ekki verið að fylgjast mikið með nákvæmlega hvernig það er. Ég skora bara alla í chattina að voni nakklíka eða placeholder á Widow. Ég ætla bara að sína fram að hann er besti Widow á Íslandi, 4600 rated og ég heldur munum 20-0 efri-deildina. Ég hugsa að munu örugglega ykkur í chattinu vilja taka þetta. En já, við þakkum ekki þá bara kærlega fyrir skemmtilegan úrslitaleik og hérna bara, þú veist, stóðu ykkur geggjað vel í þessu móti og ég vona bara persónulega að ég fá að sjá okkur í efri-deildina næsta ári, eða næsta sísoni. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir koma. Já, þá er bara komið að lokum hér eftir þennan virkilega skemmtilega úrslitaleik. Og já, einmitt næsta sísón ekki búið að gefa út hvenær verður en það verður auðvitað síðar. Náttúrulega verður All-Stars leikur hugsanlega næstu helgi? Hugsanlega, jú, er það ekki þá? Ég ætla að athuga til öryggis. Þar næstu helgi. Þar næstu helgi er All-Stars leikurinn þar sem að pulsur mæta pilsum.
Ekki missa því. Nei, Góð pilsur. áfram pulsur, segi ég. Já, það verður virkilega gaman og við bara þökkum æðislega fyrir áhorfið, við þökkum æðislega fyrir þáttökuna, við þökkum mótstjórn æðislega fyrir að hafa staðið að bak við þetta mót. Við skemmtum okkur konunglega bæði að spila og kasta, við vonum allir aðrir hafa skemmt sér líka, við vonum að við sjáum sem flesta aftur í næsta sísoni og bara takk æðislega fyrir allt, þetta er búið að vera geggjað. Virkilega. Já, kannski það sé bara ágætis lokaorð, ég heiti Bjartur Hafþórsson eða Sakila og mér er búið að finnast æðislegt að vera með ykkur undanfarnar vikur. Já, og ég er búinn að vera Sævar Snorrason eða Asetia og bara sama á hann sagði. Við þökkum þá bara kærlega fyrir okkur og sjáumst að sinni. Takk fyrir okkur.